Why do you come to us? I just want to keep my family safe. Treat them as our brothers and sisters. Teach them our ways. Keep up, Forrest, boy! If you want to live here, you have to ride. Let's do it. Just breathe. Breathe. Avatar: The Way of Water. Experience it in 3D. Only in cinemas. Tickets on sale now. Takk kærlega fyrir að hlusta eða horfa á Bíóblaður. Nú getið þið gerst áskrifundur með því að fara á heimasíðuna mína bioblaður.is og skrá ykkur þar. Verðið er einungis 1.099 krónur á mánuði. Fyrir þá upphæð þá fáið þið 2-3 aukaþætti í hverju mánuði. Þessi stuðningur skiptir mig rosalega miklu máli. Þetta er mikil vinna og hver einasti áskrifandi telur svakalega. Þannig að endilega kíkja á heimasíðuna mína bioblaður.is og gerist áskrifundur. Þessi þáttur er í boði Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á báta, salat og vefjur og að sjálfsögðu þessar frábæru smákökur. Ég reyni að hafa með 3 í desert þegar ég er búin að borða minn upp á spát sem er BMT. Ég mæla maður að kíkja á Subway ef þú ert að leita þær að góðum og ferskum mat. Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta er súkkulaði og pop sem kemur í 2 bragðtegundum. Pipardufti og með súkkulaði venjulegu. Ég mæli með piparduftinu, það er uppáhaldið mitt. Ég veit ekki hvað ég er búin að borða margar svona póka. Ég mæli með að fólk smakki Pop Smell. Þetta er blanda sem klikkar ekki, súkkulaði og pop. Sambíóna. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin er uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíón með Egilshöll. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgi ég Bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Ágúst, loksins hittumst við. Já. Við ætluðum að hittast í fyrra. Já, svona, það var hugmynd. Ég sendi á þig í ágúst í fyrra. Hvort þú til að koma. Að það var maður sem benti mér að hafa sambandi við þig. Að þú vinnur sem visual effects, sko, er það ekki? Hver er svona þinn titill? Af því að nú ég fengið til mér nokkra góðra sem er í þessu. Og þetta er svo misjafnt hvað fólk gerir. Já. Hvað ert þú að gera? Ég er sérst að vinna í þetta er rosalega mikið svona sérsvið, sko. Þetta er basically, við erum að setja upp hreyfingakerfi og beinagrindur í CG-karaktera í bíómyndum og þáttum. Þannig að þú ertu þá ekki raun að setja eins og húð og eitthvað svona texture-dot, ertu meira að gera grunninn? Já, sko, við tökum, það er modeling-deildin sem býr til modelin, skilurðu. Já. Og þau koma til okkar bara í svona A-pósu og við búum til beinagrindina og öll hreyfingakerfi og bindum það við modelið þannig að við getum gefið animatoronum karakterinn og þeir hreyfa allt til. Þannig að þrepið er að það er eitthvað sem modelar, býti karakterinn, þú farðan eða þið, búið til eitthvað beinagrind og svo fer þetta þá áfram. Animation. Já, í animation liðið tekur við þessu. Já. Og það er fólki sem setur þá, ég veit ekki, eitthvað húð eða texture eða... Nei, sko, módelið er alveg sitt eigið þeng, sko. Það er bara 100% tilbúið? Já, en þú veist, það fer ekki um breytingar, stannslega skilur, en þetta eru sérdeildir, þannig að það er concept, það er modeling, svo er það mín deild sem er rigging, og svo er það CFX. Hvað er CFX? CFX, það er svona character simulation, þú veist, það sem er að vera að setja mismunandi simulations á til dæmis föt, og laga ýmis skot. Og það er deildin sem er eftir ykkur? Já. Í rauninni. Og hvað svo? Svo eftir það, þá er það í rauninni shot ready og þá fer það yfir í rendering. Og svo eftir rendering er það effects. Getur svissað á milli, þá er það yfir í rendering. Og svo er það compositing.
Þannig að þú ert kannski ekkert á í að gera eitthvað bakgrunna og eitthvað svoleiðistótt. Nei, ég er alveg karakterdrifin, sko. Þú veist, við erum að gera bæði karaktera og props í senum, allt sem hreyfist, skilur við. Þannig eins og ef þú hefði fengið eitthvað, ef þú hefði verið partur af bara að gera Jurassic Park eða eitthvað, þá hefði þú verið meira að vinna með risalunum og kannski beningandi fyrir þær. Bara það, já. Já, bara, þú hefði ekkert verið inn öðru. Og pluss að við gerum líka andlitshreyfingar og vöðvakerfi og allt svoleið, sko. Ok, geggjað, því að mennir sem ég hef fengið til mín, þeir hafa kannski ekki verið nákvæmlega í þessu. Þannig þá er ég að fá að heyra svona nýja hlið. Já. Mér langar þess að spyrja, þú býrð erlendis. Já. Þú býrð í London. Já. Ertu að vinna hjá okkur stóru fyrirtæki? Þú ert náttúrulega ekki sjálfstætt, þú veist hjá hvað ertu að vinna? Ég er að vinna hjá fyrirtæki sem heitir One of Us núna. Og heitir? One of Us. One of Us, ok. Já. Og ég byrjaði þar fyrir, 1,5 ára eða eitthvað. Og fyrir það var ég hjá fyrirtæki sem heitir Framestore, sem er mjög stórt stúdíó, sko. Það er alveg yfir 3000 manns stúdíónu. Vá. Þeir eru með stúdíó í London, Los Angeles, New York, Chicago, Dubai held ég. Sérst Framestore? Já, Indland, alls það, sko. Og var þar í ykkur ár og flakkaði svo bara á milli yfir í hitt fyrirtæki sem er bara rétt hjá. Er það minna fyrirtæki, er það sjöpa stórt? Það er minna fyrirtæki, sko. Það er minna af starfsmönnum, en þetta er alveg svipa stór verkefni. Þannig að það er bara plús. Er brjálega að gera þessu bransa? Sturla. Þetta hættir ekki, sko. Það er bara endalaust af verkefnum. Það ég hef heyrt, sko. Sérstaklega eftir þess að streymisveitur komu á start, basically. Ok, áður förum aðeins dýpir í það, því ég ætla að spyrja aðeins út í það um þetta eftir. Eins og streymisveitunar og þetta er svo svakalega effects heavy efni sem er framleitt í dag. Þá langar maður aðeins að bakka. Ok. Hvað ertu gamall? Ég er 27. Og 27 ára? Já. Hvernig endaði þú í þessum bransa? Ég var útskrifast úr Fjölbraut, Skaganum. Og ég ætlaði að fara í kynnisflug og ætlaði að pröfa að fara í flugnámi eða eitthvað. Og rétt ára útskrifast, þá komu sem sagt svona promóterar frá háskóla í Noregi sem voru að reyna að fá fólk til þess að koma í skólan að læra tölvuleikjahönnun. Og það voru fárlega reynslumikli kennarar sem voru það, sko. Og þau komu og voru með svona lítið presentation bara fyrir eitthvað lítinn hóp. Og ég bara í ykkur gríni fyllti út eitthvað blað, postaði og sendi það til Noregs. Og svo fekk ég bara, ég hafði komist inn og bara ákvað að setja þetta flugdæmi on hold og fór til Noregs. Fór í tölvuleikjahönnun. Tölvuleikjahönnun? Tölvuleikjahönnun. Ég er með bachelorgráðu í tölvuleikjahönnun. Ok. Ætla að vera í því, sko. En svo voru við, það var kynnt fyrir okkur 3D, það var eitt kúrs í þessu námi sem var mjög snemma, sko. Og 3D er þá hérna hvað, þú þurftir að útskýra fyrir einhvern sem 3D, það er bara 3D modeling og rigging og animation og allt þetta dæmi, sko. Er það sameiginlegt í tölvuleikjum og eins og í bara einhverjum CG-myndum? Mjög svipað, sko. Það er ekki... Gætirðu stokkja á milli? Já, það er ekkert þessin, sko. Já, ok, þannig er einu það svipað að þú gæti farið yfir í bara að búið til tölvuleik eða að rigga þar. Já, það er mjög, mjög algengt að fólk skipta á milli VFX og games. Ok, þannig að þú ætlar að stendir á að búið til tölvuleiki. Og... Lærir eitthvað 3D-dótið og... Já, og já, við vorum með þennan 3D-kúrs og þar vorum við að módela bara eitthvað drastlskilur. Og svo var kent okkur rigging í 2 vikur sem var basically bara, teikna ykkur að beinagrind og binda við karakterinn og hreyfa á eitthvað. Og ég pröfaði þetta og ég bara var algjörlega ástfanginn af þessu. Bara hætti ekki. Þetta var bara, skólinn hjá mér var bara eitthvað side project meðan eina sem ég gerði heima helgar og svona þegar maður var ekki út á fyllir í það var bara hanga í þessu. Af hverju var þetta svona spennandi? Ég veit ekki, þetta var bara, þegar þú bindir, beinagrindina við karakterinu og byrjar að hreyfa, það er bara svona, wow, ok, svona gera þetta í myndunum. Já, þetta lifnar svolítið við. Já, algjörlega. Og þetta var bara algjörlega heillandi fyrir mig. Og ég hætti ekki. Og svo vorum við með svona árlegt festival í skólanum sem hét, hvað hét það? End Action eða eitthvað. Það komu
hellinga liði úr bransanum og var að kynna, þú veist, fyrirtækin. Þar var til dæmis, þú veist, það var Pixar, Disney, Blizzard held ég. Já, risa fyrirtæki. Risa fyrirtæki, þetta er frekar lítill skóli, sko. Þetta var skóli í einhverjum litlum bæ í norður Noregi. Og eru þeir þá að reyna að rekrúta í rauninni? Ég veit ekki hvort þessi reyna að rekrúta, þeir eru aðalega bara að kynna, sko. En þú veist, það moment eins og, í endan, þá kvöldin, ég held að sé 2 kvöld í röð, þá ég fara á barinn og þú getur farið með stöffið þitt og sýnt þessu liði og það gefur eitthvað feedback, skilur. Ok. Svo mjög næs. Og ég hitti þar lið frá þessu fyrirtæki sem ég fór til fyrst. Og ég var bara eitthvað að sýna stöffið mitt og hvað, ég meina, var þér búin bara að vinna? Já, ég skrifaði undir samning árin ég útskrifaði, sko. Og fór 2 mánuðum ég skrifaði undir samning 2 mánuðum árin ég útskrifaðist og ég útskrifaðist föstudegi, flög til London, fór að vinna á mánudegi, sem var frekar grillað. Vá, það gerist hratt. Mjög hratt, já. Og var ekki svona evi hjá þér? Jú, mjög mikill evi, sko. Þú hljómar svo bara, já, ég bara skrifaði samning, svo bara fór ég og... Þetta var samt, þú veist, ef þeir bóðið svona samningur, sko, þú veist, þú ert ekki að fara að segja nei. Þú veist, að fara að útskriðast, þegar getið fara heim að vinna í álverinu eða þá gera eitthvað allt annað. Svona, já, ég pröfði þetta er 6 mánaða samningur sem svo bara annarkvort framlengdur eða þá streikinn, skilur. Og hvað árið þetta? 2018 held ég. Já, þetta ekki talað síðan? Nei, þetta hvað, 4 ár síðan? 4 ár síðan? Næstu í 5 ár. Og þá rauninni fluttur til London? Já. Og ertu búin að búa þar síðan þá? Meira að minna, sko. Ég var þar í 2 ár, svo kom COVID og þá byrjaði allir að vinna heima og ég spurði vinnuna hvort ég get ekki bara unnið frá Íslandi og flög bara heima og var að vinna hérna í heilt ár í COVID. Já, þú varst á Íslandi í COVID en varst að vinna fyrir þetta enska fyrirtæki. Og ég er ennþá aðeins núna, sko, ég flakka á milli, kannski 2 mánuð út í London, 1 mánuð heima, bara vinna heima og svo bara... Er það samt ekki drull þægilegt? Ógeðslega þægilegt, sko. Að þessi vinna alltaf bara þannig, væntanlega, svo lýsir, þú þarf spil bara tölvu og internet. Jú, þú þarf ekki eins og góða tölvu, sko, því að þú tengist vinnutölvunni bara eins og tímífur eða eitthvað. Þannig að þú þarf bara internet, sko. Þú þarf bara internet, getur hvað drastltölva sem er. Jú, og kannski kamera og einhver mikrofón, það er eins og þú þarft. Já, þú ferð okkur að fundi eða eitthvað svona. Já, það eru fundið daglega, sko, þannig að þú þarfst að mæta. Ég veit að þú ert ekki búin að lengi í þessum bransa, en fannst þið COVID breytti COVID svolítið vinnuferðinu? Eða er þetta í dag og er þetta bara svona back to normal? Nei, þetta breytti algjörlega því að fólk sem var að standa í að fara á skrifstofan einhverjum einstu degi og kannski að eigið að, 50 skall í lest á mánuði í London, kennst upp með að gera það ekki af því að það fara að vinna heima. Og þau eru ekki með krakka sem eru á leikskóla og það er bara miklu þægilegra, miklu meira convenient að vera heima. Það vill enginn fara aftur á skrifstofuna. Kannski nokkrir yfirmenn, en það er ekkert meira það. Og ég held að þetta verði þannig allan næsta ár. Það er líka svo örgulega svolítið erfitt fyrir fyrirtækjum eftir COVID. Því nú er búið að sanna það að þú getur að lunna heima hér. Jú. Það er örgulega erfitt fyrir fyrirtækjum einhvern veginn að ná að sannfæra fólki að nei, þú er að koma á skrifstofuna. Þú er að mæta hérna 8 í fyrramálið og eitthvað. Já. Því nú er fólk búið að prófa þetta í svo langa tíma að vinna heima og ég meina, gekk þetta ekki? Gekk. Alveg bara fullkomlega. En svo núna, þú ert á Íslandi þess að núna, í einhvern ekst tíma, þú ert ekki frí. Nei. Komstu bara heim bara til þess að hitta vin og fjölskyldu og... Það er ekki þessum, sko. Ég vinn bara heima. Það er geggjað, sko. Ég geti flutt til Ítalíu og inn í þar. Það bara breytir engum máli. Eins og lengi og ég með adressu í Englandi og bara er það ekkert vissin. Sérðu þér að þetta verði svolítið þín framtíð? Á flakki svona milli? Ég vona það. Þetta er svo vel? Já, ég pottið, sko. Ég held að það séu ekki margir Íslendingar sem endast lengi úti. Enda alltaf að koma heim, sko. Fannst þú sakna þess? Að vera heima? Já. Ekki fyrst. En svo þú eru kannski búin að vera í svona 3 ár eða eitthvað. Þá svona, COVID var alveg góldið tækifæri til þess að vera heima en ekki tapa vinnunni, sko. Ég var ekki líka eins og í London, Englandi. Var ekki pínu töff í COVID? Voru ekki svolítið harðið með takmarkanir og allt? Jú, þetta var náttúrulega miklu alvarlegar út í Englandi, sko. Þú slástu það mestu hluti? Nei, ég fekk COVID, sko.
Nei, ég er að tala um sko að því þú sagst varst ekki heilt ár í Íslandi í COVID? Jú. Að vinna? Jú. Ég er að tala um að við vorum held ég nokkuð heppin, sem við takmarkum allt þetta út. Þú slappst kannski við það að mestu leyti af því þú varst svo mikið heima í COVID. Já, meira að vinna sko, en ég lenti samt í því meðan ég var úti áður en ég kom heim í COVID að fá COVID sko. Það var fyrsta COVID-i. Já, þú fékkst COVID út í Englandi? Já. Fór það illið þig? Já, ekkert eitthvað alvarlega sko, en ég var vikur í viku. Já, veit. Ég tók 2 frídaga í vinnunni, annars var ég bara að vinna heima. Hvernig er feelingurinn í Englandi núna? Sérst gagnvart COVID? Það er öllum drull sko. Það er enginn að pæla í svo lengi sko. Þú fer í lestina, það er 2 með grímu í fullri lest. Er enga takmarkar í gangi núna? Ég held ekki sko. Nei. Eins og Íslandi, það er ekki neitt í gangi? Nei. Það er alltaf einhver einstaklega sem taka þessu mjög alvarlega og er ennþá með grímur og allt þetta sko, en mestu leitið þá var þetta bara horfið sko. Já, fólk fekk náttúrulega bara ógeð. Það er svo langur tími. Ég veit það. Líka margir sem höndluðu það ekki og bara fröndu sjálfsmór sko. Meinar það út á takmarkunum? Já, og bara allt þetta distancing, mjög svona social lið sem höndlaði þetta ekki í 2 ár og bara... Þetta var svakalt sko. Já. Þetta var náttúrulega bara sjúkdómarinn sjálfur, hvernig fólk tók takmarkunum og allir sér einangrun, þetta var hrikalegt sko. Já. Ég fegin að þetta sé allavega, það verðist þar mest að búið og minnst mér svo miklu að fjölmiðlar sé ekki endalaust að tyggja hún í okkur. Svona margir smitaðir, svona. Það var alltaf verið að dempa svo okkur, minnst þú svo fínt bara, ég fann það hjá sjálfum mig bara, upp á andlega velja, bara svona fínt bara, tölum við eitthvað aðeins skemmtilega. Já. Ok, förum að þessi skemmtilega hluti. Okay. Þannig að þú rauninni byrjar þá að vinna hjá þessu fyrirtæki og ert núna farin til fyrirtæki sem heitir One of Us og þú ert í rauninni að gera þá sömu hluti. Þú ert sérhæður í þessu riggingdóti. Já. Og finnst þér líklega, nú veit ég hvernig það virkar, ég meina, þú sérhæfur því í því, er það þá eitthvað sem að þú ert að vinna bara næstu 20 árin, ert að fara eitthvað frekara nám, getur fært í fyrir eitthvað aðra deild, þú veist hvernig virkar svona? Þú getur það, en ef þú hefur ennþá gaman að því, skilur við, þú veist, þetta er svona vinna sem að, það er mjög fáir sem hafa gaman að þessu. Rigging? Já. Það er mjög erfitt að finna fólk í þetta, sko. Af hverju telst þetta leiðilegt? Af því að það er mikið forritun og rosalega mikið problem solving í staðinn fyrir þess að þetta sé meira artistic, sko. Þú veist, það sem var það animata eða þú veist, módela eða eitthvað. Já, ég skil þig. Fólk veist það kannski meira spennandi. Já, vissuleiti, sko. En ég náttúrulega, ég datt inn í forritun þegar 12 ára eða eitthvað. Þannig að fyrir mig var þetta bara svona samanblanda af því besta, sko. Hefur það alltaf verið svona tölvunörd? Já, ekki alltaf kannski, en mjög langa tíma. Í langa tíma? Í langa tíma, já. Þá var þetta þitt áhugasvið? Já, klálega, sko. Og ertu það að vinna, þú er bara að tala um þessu, ég veit náttúrulega ekki neitt um þetta, ertu það bara að vinna með eitthvað svona, eitthvað binary kóða, bara eitthvað 000111100 skilur? Nei, það er ekkert svo, sko. Við notum Python, sko Python er. Nei, ekkert, við ekkert hvað er. Python er rauninni bara svona innfaldra tungumál heldur en C++ sem er svona frekar kjarnarlegt tungumál, sko. Og það er allt þýtt yfir, þetta er basically svona þægilegt tungumál sem þú skrifar í. Það fer allt í gegnum C++ engine sem að raunar allt, skilur. En þetta er mjög basic, mjög þægilegt forritun-tungumál. Þetta er byggt inn í öll svona 3D software sem við erum að vinna með. Aðalega Maya sem við erum að vinna með. En er þetta ekki, þú veist, þetta er væntanlega flókið samt. Þú stekkur ekkert inn í þetta. Ég kunni ekki Python áður en ég byrjaði, sko. Það er fólk sem ég er að vinna með sem kann ekki Python. En það er stendur svo lokið það, sko. Þú veist, fólk er líka ráðið þrátt fyrir að kunni ekkert endilega forritun. Ef það er, þú veist... Geti ég sótt bara? Ég hef aldrei gert neitt. Geti ég fyrir að vinna okkur? Þú þarf náttúrulega að kunna, þú veist, rigging, skilur við. Þetta er svona, rigging er á mörgum sviðum. Þú getur verið meira, þú veist, í vöðvakerfum eða andlitskerfum eða whatever. Svo getur þau verið að hanna, þú veist, system sem, þú veist, byggja riggs fyrir þig og, allt svoleið, sko. En eins og ég segi, það eru margir sem að bara eru ekki svona forritunar típur. Hvað eru margir? Ég myndi að gera bara sam og þú. Bara í þessar rigging deild. Ég er bara að átta mig á stærðinni. Ég er að átta mig líka á því hversu stór partur er þetta af öllu þessu ferli. Þetta ferli væri ekki hægt án þess að vera með riggers. Það er ekkert animation án þess að vera með riggers, skilur. Er þið 10? Er þetta 50 manns? Sko, hjá Framestore þá vorum við vorum hátt í 50. Sem voru bara að gera rigging? Já.
og þá vorum við, ég held að við verið 27 í London og ég man ekki, það var einhver góðu slatti í Montreal líka. Þannig að þetta er mjög stórt dæmi, sko. Þannig að ef ég skildar þið fáið með það hlutverk. Þið fá okkar módel, það er einhver búinn að teikna eitthvað, það getur verið eitthvað dýr eða eitthvað karakter eða eitthvað og þið er svona búa til, eins og segi, beinagrindina, grunninn að þessum karakter þannig að hann geti hreyft sig. Já. Til þess að þetta setja hann í senurnar og skipta út leikaranum þegar hann og gera eitthvað hættur þetta og það Þetta getur alltaf verið bara eitthvað CG-karakter, eitthvað stönd, eitthvað. Já, eða eitthvað skemmtilegt. Eða risaðala. Já. Þannig að þú ert að gera rigging fyrir, bara ef þetta er lifandi, þá ert þú að gera rigging. Ef þetta hreyfir sig, já. Já, bara ef þetta hreyfir sig. Já. Það þarf ekki að svona vera, þetta getur verið bara eitthvað planta sem eitthvað. Já. Það er ekkert vissan, sko. Þannig að ef þetta hreyfir sig, þá gerir þú rigging fyrir það. Annars gæti náttúrulega ekkert, eins og þú segir, það er mikilvægt stig, þú getur ekkert sleppt þessu, það verður alltaf að vera einhver hreyfing í karakterunum, en þú ert ekki að vinna með neitt svona, eitthvað svona texture, áferð eða... Nei, sko þetta heitir look-dev í þessum vinnaði og það er basically, þú veist, sér texture deild sem það er partur af, þú veist, módelinu. Þannig að, þú veist, módelið er hannað, bara, þú veist, alveg sér og svo er look-dev sem er alltaf í gangi þegar módelið, að vera hanna módelið og það er textures og áferð og veist, allt svona. Þannig að þegar þú renderar þá ertu með veist, módelið, hreyfandi, animatað inn í senuna svo er, þegar það er búið að renderast þá er skellt texturinn á og svo fer það í komp. Og ég veit kannski er það svar, hversu lengi ertu að ég reyna að áttum ekki á þessu ferli, þú færð þetta módel, þú byrjar að og býr til einhverja beinagreind, fær karakter sem hreyfa sig, hvað tekur þetta langan tíma, þannig að þú getur bara sendið þetta á næstu deil, bara þetta er ready. Sko, það fyrir eftir hversu góð kerfi við erum með, af því að öll þessi stóri stúdíó, þau byggja sitt eigið ferli í rauninni. Ef þú ættir að gera þetta frá grunni, þá myndi það taka eitthvað svona basic karakter, myndi örugglega taka, ég myndi ekki skilja 2 vikur. Svona 2 vikur? Já. Ertu þú líka að gera ertu að búa til alla hreyfingar sjálfur eða byrja til einhverja beinagreind og svo breytt að taka, þá getur karakterinn byggt sig, gert svona, skilur hvað við? Já. Þetta manjóli gert, þarfst að gera ráð fyrir öllum hreyfingum eða byrja bara til einhverja beinagreind og hún hreyfir svo einhvern X-átt. Hún hreyfir svo X-átt, sko. Það er alltaf svona range of motion test sem við erum með á farminu, skilur þetta fyrir allt í svona quality check. Dæmi, það sem að vera með eitthvað range of motion test á karakterinum. Þannig að, þú veist, hann er kannski að hreyfa sig hérna og gerir eitthvað svona og beigir sig og eitthvað svona, skilur. Ef þetta er eitthvað svona biped karakter, skilur. Já, en ef þú ert með hérna gott kerfi sem að, þú veist, þú byggir þetta allt á, þá getur það tekið heilan dag, kannski. Eða 3 klukkutíma að búa til heilan rigg. Það sem gæti tekið 2 vikur? Já. Já, ok, þannig að þetta rokkar svakalega. Það fer eftir hversu lengi fyrirtæki er búið að starfa, þú veist, eins og hjá Framestore, það var bara fáránlega advanced pipeline sem að, hérna, það var bara allt endurbyggjalegt bara á no time og þú veist, það var allt sama prinsip, skilur þú þarft að vita hvernig, þú veist, það virkar allt, þú veist, riggurinn sem þú ert að delivera, skilur þannig að ef eitthvað klikkar þá þarf þetta að geta farið inn í þetta og séð þetta er hérna brotið, þau eru að breyta þessu hérna, ég er en eins og ég segi, þá hérna fer það rosalega eftir hversu lengi fyrirtæki er búið að starfa, hversu góð tól þau eru með fyrir þetta. Ef það er ekki góð tól, ef þetta er nýtt fyrirtæki og þau eru ekki búin að investa R&D time, þá bara, þú veist, það er ekki gott. Það verður ekki að vera skemmt það mikið, sko. Svo fárlega mikið vinna, sko. Þetta þarf að vera smá svona autonomous, sko. En svo vinnutíminn, svo ég að þegar, þú segir það, en svona út á Íslandi, út samt en þá í vinnunni, þú veist, hvernig er þetta? Er þetta 8 tímar á dag, ertu líka í helgavinnu, er það misja? Aldrei í helgavinnu og lítið leiðvinna. Þetta er bara skrifstofuvinna, sko, dagvinna. 8 til 4 eða 9 til 5 eitthvað? Það er aðeins meir í London, sko. Þetta er 9:30 til 10 er byrjunartíminn, svolítið ræður hann á milli, sko, hálftíma, til 18:30. Þannig að það er unnir frekar seint, sko.
En samt er þetta, hvað er þetta? Þetta er ykkur 8-9 tímar. Já, þetta er ekkert mikið meira en það. Nei. Því maður hefur heyrt tala um þessu í tölleikjarnum. Það tala um svona crunch time. Já. Og eitthvað heyrt Já. því. Það sem að starfsmennir eru bara setta svona mikil pressa og það er eitthvað deadline og fólk það bara, eins og tala um að cruncha, þú ert að vinna bara eins og brjálæðingur. Er ekkert svoleiðis í... Klálega, sko. Já, ok, það er crunch líka hjá ykkur. Já, brútal, sko. Getur alveg komið fyrir, sérstaklega verum að delivera. En það er þá tarnir. Þetta er bara eitthvað svona x tími, bara eitthvað, núna í, ég veit ekki, mánuð eða 2 vikur eða 2 mánuð og þá þurfa að vinna okkur mikið. Já. En það er ekki, það er ekki ykkur bara, núna höfum við breyttan vinnutíma, það er bara, herru, getur unnið lengur í kvöld, við erum að skila þessu, skilur. En hversu langt tímabil er það? Af því að eins og með þess að tölleikjagerð, það er búið að tala svo ógeðslega mikið um þetta, gaman að fylgjast með því, að lesa viðtöl og svona fólk sem vinnur þessu gera, þá virðist það vera svo langur tími, það hefur svo mikil áhrif á, sérstaklega fjölskyldufólk og fólk bara verður mjög þreytt á þessu. Já. En er þetta, þú talar um þessu krönsleik og ykkur, ég bara velta að vera með, er þetta eins og í tölleikjagerðum? Er þetta jafn stíft, jafn langur tími? Það fer eftir, fyrir hvernig við erum að gera þetta. Ef þetta er Disney eða Netflix eða eitthvað, skilur. Disney er náttúrulega, þeir eru harðastir, sko. Já, ég hef lesið það mitt. Já, þeir eru mjög harðir og það er oft verkefnin enda þannig að það eru rosalega margir sem segja upp í endan, sko. Já, er það? Já. Þetta er hardcore pressa. Já, pressa og bara löng verkefni, sko. Sérstaklega, stórum fyrirtækjum sem fá 100% í myndinni, skilur. Þá ertu basically að gera alla myndina. Af því að það sem við fáum sent er bara green screen upptökur og við þurfum að búa til alla myndina og senda hann út eins og sér hann í bíó, skilur. Já, það eru bakgrunnar, það eru karakterar, allt úti. Allt saman. En er það ekki svona oft þessum stóra myndir? Maður oft séð þetta með kreddlistanum. Ég veit ekki, 5-6 VFX fyrirtæki sem eru eitthvað að deila með sér. Já, yfirleitt, sko. Er það ekki algengara? Frekar að þið gerir allt? Það er algengara, en náttúrulega VFX húsin vilja fá mestu vinnuna. Þeir bytta, skilur, eins og þau geta, til þess að fá mesta partinn í myndinni. Já, gefur náttúrulega auðvitað, ef þau fá mesta partinn í myndinni, þá er líka bara fóður meira kaup eða herri tekjur. En ég er aðalega að hugsa um eins og vinnu magni, það sem þarf að gera fyrir heila bíómynd. Já. Svo þarf náttúrulega að uppfylla líka okkar deadline. Það er náttúrulega búið að ákveða eitthvað útgáfudag og þið þurfum náttúrulega að standast það. Getið þið höndla alveg heila risa einhverja Netflix-mynd, Disney-mynd, Marvel-mynd? Það fer eftir hversu stórt stúdíóið er, hversu margir starfsmenn eru. Hjá Framestore þá fengum við 100% í Tom & Jerry myndinni. Það var eitt af þessum verkefnum sem var rosalega margir sem hættu, sko. Sem voru bara ekki með þetta? Já, þetta var bara allt og mikið, sko. Var það bara því að það var svo mikið tími sem þú þurfti að eyða í verkefni og það var eiginlega bara ekki tími verið annað? Ekkert enga líf? Já, bæði það og náttúrulega bara samskipti milli manna eru bara misgóð og það er alveg smá deilur hann á milli oft. Og líka það er eitthvað svona deadline og það er svo mikið pressa. Það styttir þráður í fólki og... Já. En eins og þú sagði með games, tölvuleiki, það er alveg brútal dæmi í dag þegar þú ætlar að gera eitthvað trippulega leik í dag, það er bara 5-6 ár. Skilur. Og það er svo svaka langur tíma. Og leikurinn minn kosta $500 million eða eitthvað, það er budgetið. Eins og með, veistu God of War leikurinn? Já, nýi? Ekki nýi, gamli. 2018? Já, ég veit hvað leikur. Ég verið að setja dokumentari á bakvið leikinn. Þetta var bara brútal dæmi, sko. Já, en mér finnst rosa áhugavert að sjá svona making of fyrir auðvitað bíómyndi líka, en eins og fyrir tölleiki, það er eitthvað sérstakur iðnaður. Já, ég get alveg tekið undir það, sko. Eitthvað svona spennandi, spilaðu tölleiki sjálfur það? Ekki mikið, sko. Ég var að klára nýja God of War. Ok, ég var það að spila hann. Alltaf eftir að spila hann? Já, ég er svona mjög spenntur hún. Hann er ógeðslega góður, sko. Sagan, þetta er bara besta saga sem ég spila á ævinni, sko. Er það betri en fyrir? Sagan er betri, mér finnst kombatið ekki af gott. Byrju búið að draga eitthvað úr því? Það er búið að breyta því. Ég vil ekki spoila þessu fyrir þér, sko, en það er aðeins öðru þessi. Það er sumir sem fílaða meira heldur en í fyrirleiknum, ekki ég. En sagan er bara, þetta er bara svo mikil upplifun að spila þetta, sko. En eins og með þann leik, ef við tökum bara fyrirleikinu, því ég myndi spila hann, mér varst hann ótrúlegt afreg. Já.
að þeir ná líka það eitt sem það að gera í honum sem er mjög áhugavert. Þeir eru láta þetta líta út þessi ein taka. Já. Þú veist, þú mannst eftir, það er eins og sé ekkert klift. Og maður bara fer með hann og hann kannski er að læðast inn að tróða sig gegnum eitthvað sprungu, einhverjum hell eða eitthvað, þá væntanlega leikurinn að lóta, þú veist, næsta borðið eða eitthvað. En fyrir því sem spilari, já, þá er þetta svo sé bara ein taka. Það er alveg smá svona 1917 fílingur í þessu, sko. Já, og ég var ekki til að spila tölleik sem var 100% þannig. Nei. Og ég myndi tala ekki grafíkina, allt þetta rugl. Þú talaði tekur 5-6 ára að búa til þessa leiki. En sem er God of War, þegar þú spila svona leik, hugsaðu ekkert með þér, að ég var til að vinna við að búa til þetta svona. Ekki eftir ég sá behind the scenes making of, sko, það var bara glýmdi þessu. Hvað var það við það sem að... Það var bara pressan sem þessi gaurar voru undir, sko. Það var bara, Jesus Christ. En er það ekki líka í þínum pressa? Ég held, jú, eflaust, sko. Ég hef ekki verið var við svona mikla pressu, sko. Þetta er náttúrulega, í þessum leikjum, þá er þetta, eins og ég segi, þeir eru búin að fá þetta budget, $500 million til þess að búa til hennar leik á þessum 5-6 árum. Og þeir þurfa að breyta, eru með kannski 3,000 bugs á tímanum sem þeir eiga að vera að delivera. Þannig að þeir þurfa að biðja Sony auka, 6 mánuði eða eitthvað. Og það er náttúrulega bara ekkert hatur sem þeir fá. Þú veist. Þetta er alveg mjög brútal dæmi, sko. Þeir líka virðast orðin svo svakalega flóknir þessi töluleikir og stórir, þessi AAA-leikir. Og það kemur, ég held að sé eiginlega alltaf þannig að það kemur alltaf svona day one patch. Basically bara þú kaupir leikinn og svo þarfst það bara að downloada strax einhverjum patchi, þá eru þeir búin að finna út eitthvað galla eða eitthvað bugs eða þú veist að lagfara og maður er bara eitthvað shit. Þetta var þannig með Cyberpunk. Það var náttúrulega bara algjört disaster þetta kom út. Það var bara óklára drasl. Og þeir bara, þú veist, hvað verður lengi að gefa út fyrsta patchið? Bara 6 mánuði eða eitthvað? Eða svona stóra patchið? Þeir voru frekar lengi að því, sko. Já. En pældi eins og með Cyberpunk, að ég spila hann í PlayStation 4 í bara grunnútgáfunni PlayStation 4. Hann bara rönnaði ekkert í þeirri tölvu. Nei. Ég hætti að telja, sko, hann búin að krassa með 12 eða 13, þá hætti ég bara að telja og áfreka stundum tíma. Ég aldrei lenti í öðru eins. Sony tók þetta með svo út úr PlayStation búðinu, sko. Bara við erum hættar að selja hann fyrir PlayStation 4. Það var líka að þeir gáðu, sko, hvað var það? Það var einhver mörgum miljón refunds bara á sama degi, af því að þetta var bara óspílanlegt. Það er líka eftir svolítið, sko, ég fyrir ekki alveg eitthvað smá galla, þetta er kannski með stóran einhvern open world leik, ef einhver karti fest inn í einhverju vegg eða eitthvað, ok, en þegar leikun er að krassa og þú þarf bara að kveikja basically aftur á tölvunni eða leiknum, mér finnst það ófyrirgefanlegt. Já, en það er líka sagan bakvið okkur þetta var svona, var basically það að það var eitthvað illa komið fram við forritunar á þessu leik, þeir voru alltaf að skipta út forriturum, þannig að þú voru kannski með, þú veist, 20, 30, 50.000 lína kóða sem skrifað okkur í liði og svo bara komir ykkur nýju gaurar inn sem að kunna, þú veist, allan kóðan. Það meikar ekkert sens. Var þetta eitthvað svoleiðis? Þetta var þannig, sko. Ég las það. Þú veist, þetta var bara algjört disaster production, sko. En ég mun aldrei aftur núna kaupa leik af þessu fyrirtæki á Day One. Hvað fyrirtæki var það? CD Projekt Red, alveg. Ég held þessi pólst fyrirtæki. En þeir gerði Witcher, hann var náttúrulega... Hann var líka buggar hann kom út fyrst. Já, ekki eins og Cyberpunk. Nei. En hann er samt talin vera bara einna bestu, sko. Já, þeir eru búin að vera að patcha hann í 2 ára. Þannig að eins með Cyberpunk, hann er alveg spilalegur í dag, en það er líka 2 ár sem hann kom út. Er hann spilalegur í dag? Já. Okay. Ég er að spila núna í PlayStation 5. Þetta er bara allt annað. Er þetta, þú veist, hvað ertu lengi? Ertu komin langt með söguna? Nei, ég byrja alveg frá grunni. Ég keypti henni PlayStation 4, ég hætti bara að spila. Ég ætla að spila henni eignaði síðan barn og það hafði ekki mikið tíma. Núna hef ég aðeins meiri tíma og ég var svo heppin eignaðist PlayStation 5 daginn. Þannig ég hugsaði mér, ok, þá nú tek ég Cyberpunk. Af því að ég fann alveg að það er alveg inn í þessu leik, inn í þessum pakki alveg góð leikur. Og núna bara virkar hann. Hann er ekki að krassa, hann lúka vel. En það tók líka 2 ár. Já, ég get ekki mælt meira með God of War 9, sko. Hann er sturlaður, sko. Nei, ég ætla að fá mér hann. Ég var svona búin að gæla við að spila um jólin. En málega er að Cyberpunk, ég var að henda 200 tíma í hann. Já. Það er svona risópunlega leikur, hann að...
En það bara gaman að sjá, þú veist, að núna hann loksins orðið svona spilanlegur, en þetta samt ekki sami leikur þegar auðlustu. Nei. Það var svolítið mikið logið af okkur. Já. Fannst mér. Ef maður setið trailerinu sem komu, þetta átti að vera svo groundbreaking dót. Já. Svo byrjaði að spila þetta og borgin líflaus. Svolítið mikið þannig. Svona eins og No Man's Sky. Trailinu var alveg bara ógeðslega appealing og svo spilaði þetta var bara drasl. En er ekki No Man's Sky? Er hann ekki bara þokkalur í dag? Ég held það sé góða núna, sko. En er ekki 3-4 ára síðan að koma út? Jú. Eða lengra? Ég held það sé lengra en það, sko. Já. Þannig að það tekur svona langan tíma fyrir fyrirtæki að gera sér ekki almennilega. Já. Þannig að þetta heitlaði ekki að fara í töluleika ef ég fengi eitthvað klikkabóð, það var eitt fyrirtæki daginn, hvað heit það, Rare eða eitthvað. Hann voru að gera hérna Sea of Thieves og eitthvað svona, það var Microsoft fyrirtæki. Og leikir borga fárlega vel, sko. Værið þú með hærri tekjur að vera að gera eitthvað svipað í töluleikjunum? Ég held það. Finnst það líklegt? Já, aðeins hærri tekjur. Þannig að ef það væri eitthvað klikkatilboð og ég væri kannski búin að vera í þessu sem ég í 10 ára eða eitthvað, þá kannski, skilur við. En ég elska bíómyndir, þannig að ég held ég sé ekkert að fara að hætta því á næstunni, sko. Ok, þá langar við að fara aftur í þessu tölum í byrjun þáttarins, að snemmi þættinum. Og það sem þetta streymisveitunar. Því núna eru bara, eins og það annarkvæm maður með podcast, þá núna er annarkvæmt fyrirtæki bara með sín eigin streymisveitu, og breyta skriðarlega bara á okkur 5 árum, myndi ég segja. Disney Plus var ekki svona til fyrir 5 árum. HBO Max er núna komið inn stertið inn, Amazon Prime, fullt af streymisveitum, Peacock, Paramount Plus, allir komið sína streymisveitu. Já. Hvernig er þessi þínum bransa, og þú kannski líka læri bara fólki sem bara lengur í sem þú, er þetta ekki orðið bara crazy? Þú talar að brjála að gera, ég er bara hann að átta má, er þetta ekki búið að, ég veit ekki, tífaldast eða eitthvað bara 10 árum? Þú veist líka með þessar blockbuster myndir, ég meina Disney er með sín og þætti, og þeir gera bara, við ætlum að gera Star Wars þátt eða eitthvað, það er bara þvílitt mikið af tækniföllum, svo bara við ætlum að gera líka nýja Doctor Strange mynd. Já. Allt þetta Marvel, þetta er svo svakalega mikið af tölvubreytum í þessum myndum. Já, það er alveg, bókamál. Þetta er alveg búið að vinnan er búin að gjössalega rísa, sko. En er þetta ekkert of mikið? Það er náttúrulega, það er svo mikið af visual effects húsum, sko. Og ég held að það sé engin skortur að vinna þarna, en hérna, þetta er bara, sérstaklega með þætti líka. Það kom svo mikið af þáttum, það er alltaf einhverjir spin-offs og eitthvað svona, sko. Ítið svolítið undir vinnuna, sko. Smærri stúdíóin fá mikið að gera í því, sko. En er það öðruvísi ferli? Í þáttum? Þegar þú ert að vinna eitthvað fyrir, að þú væntar launin fyrir bíómyndir og seríur. Já. Er það eitthvað öðruvísi fyrir þig? Það skiptir engum máli? Það er ekkert öðruvísi. Eru harðari deadlines fyrir sjónvarpsþætti, eitthvað munur? Nei. Ekki sem ég tek eftir. Já, það skiptir, í þínu vinnu, það skiptir engum máli hvort þú vinnur fyrir stóri bíómynd eða eitthvað seríu. Ég held að það sé bara í öllu stúdíónu að það skiptir ekki máli, sko. Þú veist, vinnan er í rauninni alltaf alveg eins, en þetta eru þættir en ekki mynd, skilur. Það er rauninni einu. En fáið ekkert lengri tíma fyrir, þess að ég er aðalega að hugsa mér að flest þessu sammálum, alltaf það var þannig að það eru flottari tæknibreytur í bíómyndum, heldur en kannski í þáttum. Þá fann mér að hugsa, ok, það er auðvitað því þeir hafa oftast miklu meira budget í bíómyndum og kannski aðeins meiri tími. Það er kannski harðari deadlines hefði ég haldið í sjónvarpsþáttum, en þið finna neitt fyrir því. Nei, ég hef ekki fundið fyrir því, sko. Og pluss það þessi þætti sem er komið í dag, eins og hérna, Rings of Power að þetta, budgeti í því er alveg bara sky high, sko. En það er líka dýrasta serie sem hefur gerð. Já, hvað var $25 million episode eða eitthvað hlust. Nei, meira held ég. Meira en það? Já, ég held að það er meira. Jesus. Þetta var eitthvað crazy, sko. Þetta var 8 þættir. Já. Já. Þetta hefur verið þá bíómyndi upp á $200+ million þættir. Já, svo kannski, já, það er kannski rétt sem, þetta er svo flott í dag. Já. En svo bara, svo horfður eins og þættir svo Mandalorian, eða eitthvað, hvort Star Wars þætti, skýt lúka. Já. Þannig að þú finnur ekkert fyrir því að það sé eitthvað meira svona berja á bakinu eitthvað, bara, settum við að klára þetta er eitthvað serja. Nei, í rauninni ekki, sko. Þetta er bara sama ferli og bíómyndir. En, þú veist, í myndum þá hefur kannski lengri tíma og þá er kannski fyrirtækin að taka inn x mikið af vinnu fyrir þessa þáttaröðu, skilur. Í staðin fyrir að taka 100% af hverju mynd sem kemur til 3 ár. Já, einmitt.
Það munar svolítið, sko. Ég las nefnilega viðtal við framleiðanda sem gerði Black Adam. Og hann sagði, þetta er að hún kom út, hann sagði þegar þau þurftu að fresta myndinni út af því að það var ekki hægt að klára effektuna fyrir myndina að því að þessi VFX studio voru basically bara hey, við erum bara busy við bara komum þessu ekki að þannig ég bara pæla, er bransin að ná að sinna allir þessari eftirspurn? Hver er þín tilfinning í því? Ég veit ekki, það er einhvern veginn, þú veist, eins og ég segi, sko, fyrirtækin þau reyna alltaf að ná sem mestri vinnu, en það hefur komið fyrir, sérstaklega í þessu stærri fyrirtækjum, það sem að það er basically bara, við getum ekki tekið hana verkefni. Þetta er bara, við erum bara búin að fylla upp sketsjólið. Eru þið fullmannaðir? Núna? Í dag? Ef ég væri svona gæi, ég væri eitthvað VFX-gaur og ég væri ekki með vinnu, skæti ég bara stokki inn, sem ég væri með, þú veist, ég var með nokkra reynslu einhverja reynslu og ég var ekki alveg þokkalur í þessu gæti ég stokki inn eða væri bara sagt, nei, við erum bara fullmannaðir þú getur stokki inn en eins og ég segi, sko, það eru fyrirtækin hérna, þegar þau taka ný verkefni þá er það alltaf í samanburði við mannskap þannig að ef þeir ráða meira fólki þá getur það tekið inn meira, skilur. En er þess að fyrirtæki sem þú ert að vinna hjá, ég meina, er verið að leita fólki? Alveg stanslaust, sko. Það er stanslaust að leita nýja fólki? Já. Það hættir aldrei, sko. Og í öllum VFX-stúdíónum, það er alltaf verið að leita fólki. Veistu hvort þetta hafa alltaf verið þannig? Stekkir það eitthvað? Já, sko... Veistu, fyrir 15 árum, var þetta líka þannig? Nei, ekki fyrir 15 árum, sko. Ég held að þá hafði þetta verið meira sessvið einhvern veginn. Þú veist. Já, fyrir einhverjum árum? Já. Þá líka þetta var ekki svona mikið að gera. Nei, líka pluss það að fólk hafði ekki aðgang á þessum forriti sem hefur í dag, svo Blender og allir þessi frí forrit, skilur, sem að lærir þetta í. Það var kannski ekkert sami aðgangur fyrir þau. Já, þú já, það er góð punktur. Hann með Jörri sem hefur komið til mín, hann talaði minna verið hann, eða Martin, tveir svona VFX-görar, að þú getur lært alveg helling líka bara heima hjá þér. Já, þú getur, sko, það sem þú varst að vita við komast inn í svona innað, sko, það er öllum drull gráðuna þeina. Það skiptir engum máli hvað gráður með. Já, hvar þú menntar þig eða eitthvað slags? Engum máli. Mastersgráðu eða hvað sem er. Eina sem skiptir máli er eitt vídeo sem þú sendir af fyrirtækið sem er reel, showreel. Það er eina sem kemur þér inn, sko. Er það bara svolítið svona áhærnapröfa, svona audition tape, bara portfolio, bara svona sína þetta sem ég get? Já. Það er eina sem kemur þér inn, sko. Þeir eru ekkert að spyrja, hvar kláraði þú námið? Nei. Þetta er ekki Ísland, sko. Eða Bandaríkin eða hvað sem er, sko. Það er bara showreel og það er góð, sko. Þannig að ef ég hefði mikinn áhuga, þá gæti ég mögulega redda mér þessum forritum, fara eitthvað á YouTube, lesa mig til kennt sjálfum mér og svo bara mögulega fara að vinna hjá okkur svona fyrir þig. Já, ekkert mál. Þú varst ekkert að fara í skóla, sko. Þú veist, ég gerði það af því að ég vissi ekki betur þá. En ég sé ekkert eftir í. Myndur, ef þú verður að ráðleika einhverjum, það kemur einhvern tíðin bara, Ágúst, ég vil fara í þína bransa, mér langar að vinna við þetta, ég elska tæknibrillur og eitthvað. Í hvað skóla ég fara? Myndur bara segja við manneskjuna, heyrðu, tjekka bara þessu sjálfur. Já, klálega, sko. En þú myndir ekki hika við það? Nei. Fara bara á YouTube, skoða eitthvað tutorials og downloadaði forrituna, 1 tíma í þetta. Byggðu upp eitthvað showreel, senda okkur fyrirtæki og kemur inn. Þetta er samt ok, þú lætur þetta hljóma svo auðvitað. Já, ég er náttúrulega að tala um rosalega vinnu, skil. Þetta er, þú veist, að gera eitthvað bara algjörlega frá grunni, eitthvað sem maður hefur ekki hundsveit á, eða þú ert að byrja, skilur. Þetta tæki mér eitthvað 3 ára eða eitthvað? Ná, ég held að 1,5 ár, kannski. Og sérstaklega ef þetta er eitthvað CSV, skilur. En þú getur gert það. Það er ekkert vissum, sko. Þú þarft ekki að vera með gráðu, þú þarft ekki að vera í skóla. Þú veist, það getur það alveg og það hjálpar kannski. Af því að þú veist, það er verið að kenna á forritin þar. En þú getur alveg bara, þú veist, tekið vídeo á YouTube. Það er nú til alls konar fólk sem er mjög bara fljótt að læra og klárt. Men það getur hent sér í þetta. Bara, nú ætlum ég bara að læra þetta hardcore. Ok, ég ætla að eyða hérna 1,5 ári, búa til eitthvað geggja showreel. Þá, samkvæmt þér, þá er mjög líklegt að þessi manneskja fengi í vinnu. Já. Það er ekkert vesen. Ég er bara að kýla á þetta. Já. Bara að vinna með þér. Þú veit maður. Ég segi svona, ég og tölvur, við eigum ekki vel saman. Ekki? Nei, líka því ég bara heyri þetta orð forritun.
Forritin það er bara, húst, það er bara smá partur af þessu, sko. Það fer rosalega eftir hvað þú gerir, húst, ef það vart meira, húst, artistic, þá ertu listrætt, þá ertu kannski að mótela, húst, þess að fólk sem að búa til, húst, svona skolpsjur úr clay, skilur. Já. Það var mjög lett með að fara inn í CG-forritin. Nei, CG-skolpsjur. Sem bara, húst... Býtu, ef þú kannt í rauninni að mótela bara með leir, eða úr leir, áttu þá auðvelt með að fara inn í að gera þetta í forriti? Já. Já, er það? Já. En ég meina, þú ert forritari sjálfur, það ekki? Jú, af þessu leyti. Já, en þarf ég ekki þá, ef mér langar að fræna bransan, verði ég ekki að læra forritinu fyrst? Nei. Ef þú ætlar að fara inn í það sem ég er að gera, Já. Þú þarft ekki að læra forritin, þú þarft ekki að kunna forritin, en það hjálpa kannski aðeins, en ef þú ert meira svona listrætt, sko, þá getur þú bara mótela eða animata eða fara í komp eða hvað sem er, sko. En svo þú talar að fá fólk í rigging. Það er svo það sem aðeins erfiðara kannski heldur en eitthvað annað. Er erfiðast að manna þá stöðu? Er eitthvað annað þrep í öllu þessu ferli sem bara, enginn vill helst vinna? Skilur? Hefur ekki áhuga, trissir ekki í það eitthvað? Ég er ekki alveg viss, sko. Ég held að sé svolítið mikið keið sem ég er í því sem ég er að gera, að fólk vilja þetta ekki að því að, eins og ég segi, það er forritin í þessu og þetta er rosalega mikið svona samanblanda af svona art og tech, skilur þú veist, ef ég fari að vinna hjá tölvuleikjafyrirtæki, þá var ég með titlinn technical artist í staðinn fyrir að vera með, þú veist, rigger sem ég er með núna. Já, titillinn þinn er rigger. Rigger, já, eða technical artist. Og þegar þú færði inn á þitt borð, inn í tölvuna þína, Já. Eitthvað verkefni, ég er áttum að því, sko, hvernig virkar það? Fyrirtækið þitt, væntanlega býður í einhverja mynd eða eitthvað, og þeir fá eitthvað verkefni, svo skiptir eitthvað deildir, það er eitthvað sem hann er eitthvað karaktera, og svo bara, hei, fáið þið eitthvað handrit eða... Við fáum að vita allt fyrirfram, sko. Þið fáum að vita allt fyrirfram? Ég hef ekki sagt þér hversu pirraður ég var þegar spoiluðu endgame fyrir mér. Fórum á eitthvað fund og Þú varst þess að vinna eitthvað við hana? Ég held ég hafi ekki gert í endgame. Þú veist, það var að vera að vinna í henni þegar ég var að vinna, skilur. Þannig ég sá allt og ég gæti séð þetta klippur og edits og allt svona. Fyrsta sem ég sé, ég er svona mannaði mig upp í, því ég var nýbúin að sjá Infinity War og hvernig þetta endaði. Og ég var búin að sjá svona sketchy stuff bara í stúdíónu af klippum, skilur. Úr endgame þá? Já. Og og ég er svona, skýt með maður, ég tjekka á þessu maður. Og svo sé ég bara Thor Afhaus og Thanos bara, djúfisins drasl maður, og skemmi þetta. Vinna þín spoilaði endgame? Já, við fórum líka á fund þegar við vorum að byrja að vinna endgame, við vorum nýbúin að klára Infinity War og vorum að vinna endgame og hann fórum á fund sem við varum að kynna verkefnið. Og þá var bara, já, og þau eru með tímavél og þau flakka eftir tíma og það var djúfisli maður. Það fylgir svo væntanlega, þú getur ekki komast hjá því. Nei, þú kennst ekki hjá því, sko. En eins og með það, er þá, þið fá eitthvað verkefni, endgame eitthvað, whatever, er það haldið bara eitthvað stór fundur, Já. Þá bara alla deildir, það bara sagt við eitthvað, þetta er verkefnið. Meira og minna, sko. Með flest verkefni, sérstaklega eru stór verkefni, sko. Eitthvað stóra myndir, stóra serjur. Já. Það var alltaf kynning og sagt hvað þarf að gera og tímann sem á að taka og allt svo leið, sko. Þannig að veist þú þá í þessum fundi, veist þú þá nokkuð veginn hvað þú ert að fara að gera í þessu verkefni? Já. Það er svona tekið fram assetin sem er á vinni, skilur við. Þú veist, eins og á Endgame þá var það búningarnir, time travel búningarnir, Smart Hulk, það var alveg massa projekt, sko. Af því að þetta var, vorum að nota... Þú voru þess að vinna í því að búti búningarna og... Já, og Smart Hulk, aðalega, sem var hvað var það? Það var facial performance, motion capture. Þannig að við vorum með Mark Ruffalo bara, með eitthvað punkt á andlitinu og við þurftum að basically búa til allar andlitsreifingar fyrir Hulk. Og þetta er skotið eitthvað staðar og síðan bara klippurnar sendar til ykkur, eða ykkar? Já. Og við tökum út Mark Ruffalo, skellum inn Smart Hulk og restin. Mér langar að spyrja út í búningana. Af því mér finnst þetta rosalega áhugavert hvað þeir eru farin að geta að vera ógeðslega góður í að tölvuleikjara búninga. Já. Þetta sem ég vissi ekki að búningarnir í Endgame væru tölvuleikjarir fyrir eftir á. Já. Ég sé það klálega í Green Lantern sem Ryan Reynolds leik í
fyrir nokkur mánuðum, 2011 í maður rétt, þá var hann bara eitthvað svona, það var náttúrulega bara disaster myndi yfir höfuð. Já, það bursið frá því, myndi var alltaf alls ekki góð. Nei. En maður bara svona, gríman off og búningurinn off og ég sé þetta tölvugert. Já. En þessi búningar í dag, eins og í Endgame, mér finnst ótrúlegt að þetta sé tölvugert. Já. Þannig að leikarnir, voru þeir bara í þessum náttúndum með einhverjum punktum eða? Já. Basically, sko. Það lítur fárlega út, en þú veist, þegar það er búið að setja allt saman, þá bara, þú veist, líka þegar við vorum með, vorum að vinna í Beast, mynd sem ég voru að vinna í. Beast, sem að Baltasar gerir? Já. Vorum að vinna í ljónunum og vorum að hanna, þú veist, digital ljón, sem var með, þú veist, för og allan pakkan, skilur. Og þegar vorum komin, þú veist, á enda þrepið, þá vorum við með svona challenge fyrir okkur sjálf, skilur. Þar sem við vorum með turntable af CG-ljóninu og alvöru-ljóninu. Og þú gast ekki gískað hvor var hvað. Þú gast ekki séð munin? Nei. En þú gast væntanlega að sé það ef það hefði verið hreyfing? Eða það ekki? Nei. Það var bara, er þetta reference eða er þetta sem við gerum? Það er bara, þú sér ekki munin. Það er þegar allt, þú veist, gengur upp. Þá er þetta alveg flawless. Þegar þú horfir á bíómyndir í dag og sér eitthvað svona tölvugerða karakterar, hvort það er dýr eða einhverjir eða bara leikarar, spottar þetta alltaf? Ertu bara eitthvað svona editólugert? Ekki alltaf, en oft. Af því þú þekkir náttúrulega, þú veist, triksinn eða, þú veist, ferlið. Já. Þú veist, er eitthvað svo spottar, eitthvað svona, já, að ég sé út af þessu, þá sé ég editólugert. Eða er það bara orðið svona flott í dag, það er orðið næstu bara ómögulegt. Ég ofta að sjá það. Já, það getur verið mjög erfitt að spotta það, sko. Hvað er flottast að tölvugerða mynd sem þú sé? Það er ekki að tala um, ég er ekki að tala um animation, ég er ekki að tala um, þú veist, Toy Story 4 eða eitthvað. Live action, eitthvað svona... Besta CG sem ég sé. Já. Ég myndi segja að Líta hann uppi, sko. Já, hún er ólæðir. Mér myndi geggjuð. Já. Ég vann í einu róbotinu þar, sem að það var ein sena þar sem ég var að vinna í, sem var mjög auðvelt að spotta bara, þetta meikir ekki sens. En megnið af myndinum, sérstaklega að Líta sjálf, var bara, það var bara með betra CG sem ég sé, sko. Flottan Avatar? 2009? Já. Já. Ég held það, en nýja Avatar, kannski ekki. Þetta er náttúrulega Veta gaurarnir sem voru aðalega vinn í Alítu og Avatar. Þannig að þeir eru að nota sömu tólatæki, sko. Hvað myndir segja að vera svona premium fyrirtæki í dag, svona númer 1? Er það ennþá ILM? ILM, þau eru 2, það er ILM og Veta. Eru þau líka stærstu fyrirtæki? Nei, ég myndi segja að ILM sé stærsta, já. En Veta eiginlega kóngurinn, sko. Af hverju? Ég veit ekki alveg, sko, eftir Lord of the Rings náttúrulega, það var bara algjört nýtt dæmi eins og Star Wars með George Lucas, skilur. Bara setti nýjan bar á visual effects. Ekki allstaðar, en á mörgum stöðum. Og ég held að þeir hafi svolítið, þeir náttúrulega hönnuðu sín einn forrit fyrir eins og allar bardaðseinurnar, skilur. Notuðu forrit sem heitir Massive og þetta er basically AI forrit sem að tekur inn karakterina, riggana og býr til bara heila orustu á milli, álfa og orka eða whatever. Og þetta er allt bara AI sem að berjast. Þetta er eitthvað sem, var ekkert búið að gera áður. Já, ok, ég held að bara, ég hafa heyrt Massive. Ég held að Massive væri rauninni bara forrit sem að virka þannig að þeir ná að forritin að búa til her fyrir því, skilur, sem bara lappar eða eitthvað. En það er inni svo líka bardar. Það er sem að gerir aðalega, sko. Já, ok. Þannig að það er bara einhver álfur og orki, bara eitthvað að fæta og svo taka þessi hérna ákærurinn og annarkvært hann afhauðsaðir eða hann hleypir í burti eða bara eitthvað. Þannig að eins og þegar Peter Jackson er að tala fæti hann í Minas Tirith, þeir hafa ekki hugmynd hvernig það myndi líti út, af því að þeir rönnuðu þetta bara í gegnum þetta og fengu svo bara resultið 3 dögum seinna. Það er crazy, ég vissi það ekki. Jöp. Þannig að AI, bara forritið sjálft, framkvæmdi orðstuna í rauninni, eða bara það? Já, mestuleiti. Já, svona eitt skot okkur klikt saman. Já. Og pluss það, horfir á þegar Róhirrim er að tjarsa þarna niður, skilur, þetta eru kannski 60 til 100 manns á hestum og svo náttúrulega bara restin er bara CG og allir hestarnir passa sig upp og klessa ekki einhvern annan og þetta er bara fárlega advanced dæmi, sko. En Veta líka, þeir virðast vera rosa mikið í
svona motion capture og ná einmitt svona einhverju framistu. Þeir þetta með, ef ég maður rétt, þeir gerðu nýju Planet of the Apes. Það sem Andy Serkis leik Caesar og þeir ná að búa til svo mikið karakter. Við þetta gerðu það. Þeir gerðu King Kong, náttúrulega fyrir Jackson líka. Gerðu Gollum. Alita, gerðu þeir ekki Alitu líka? Jú. Avatar. Það er svo þeir virðast vera svolítið mikið í þessu. Það er svo þarft að alveg eitthvað, hvað sér þau? Mocap. Já, mocap og svona. Er það rétt hjá mér? Þeir eru svolítið góðir í því? Já, meira og minna, sko. Þú veist, ég held að ILM sé alveg hann uppi líka, sko. En með það sem ég sé, sko, þá er það bara, veta svolítið bara kongurinn, sko. En eins og með Avatar 2, ég meina, nú er stutt í hana. Við erum búin að bíða síðan 2009. Já. Cameron tók sinn tíma í að gera næstu myndir, sem ég veist að þetta vera jákvægt. Það segir mér hann að kannski vera að setja púður í sögun og svona. Og þú ert að vinna í þessu bransa og þetta er alltaf rosalega effects heavy mynd. Ertu spenntur að sjá hana? Eða heldur sértur inni? Er þetta ekkert að koma þér á óvart? Ég er ógeðslega spenntur að sjá hana. Búin að kaupa mig á frumsýningu og allt svoleið, sko. En þess að tökum bara tækniliðina. Já. Bursið frá hvernig myndir sjálfverður, tækniliðin, eitthvað animation, eitthvað, ég meina, heldur þetta verður þú blown away? Bara sjónrænt séð? 100%. Já, þú heldur það? 100%. Fyrsta myndin alltaf á sínum tíma var bara algjör reynsla að fara á þetta í bíó, sko. Þú veist, ég held að það veri alveg saman það með núna. Ég held það líka. Já. Ég held þessi myndi líka eftir að koma mörgum óvart. Hvað þá, bara með söguna? Sögunni, því að fyrri myndin var svolítið gagnrýnd fyrir að þetta er bara eitthvað Pocahontas, þetta er bara Dance with Wolves eða eitthvað. Ég er búin að sjá þetta er ekkert frumlegt. Það var svona aðal gagnrýnd sem fyrsta myndin fekk á sig. Cameron náttúrulega ekki fara að gera það aftur. Og hann er framhaldsmynda kóngurinn. Fucking Aliens. 202. Gæinn kann að gera framhaldsmyndir. Og mér finnst, eins og ég nefnt á þessu podcasti, mér finnst áhugavert hvað er liðið langur tími á milli. Ég held að hann hafi sett, ég sá hvað viðtölu sem ég lesi við hann settur svo mikið púður í bara handritin. Gerum góða tilfinningarþrungna sögu, episka. Þessi númer 2 er sko 3 tímar. Er hann 3 tímar? Hún er frekar löng, sko. Já, ok. Og hann sagði... Það er veistla samt. Ég held þetta verði insane. Já. Allir þessi heitir sem er bara eitthvað, þeir eru bara einhverju strumpar eitthvað. Allt þetta fólk er að fara í bíó og ég held að mikið af því fólki verði hissa. Já, ég þekki nú eitthvað liðið sem að var að horfa á þetta núna í fyrsta skipti, sko. Það var bara, wow. Já, fyrstu? Já, þegar þeir gáði hann út aftur. Er það það? Já, bara þegar hún kom á Disney Plus. Horfði á hana fyrst þar og var bara, wow, þetta er geggjað. Það er ekki, þú veist, CGI er alveg flott, en þú veist, það er alveg staðir þarna sem er bara svona svarta skrímslið þarna. Það var svona, ekki spes. En það er svona ótrúlega hvað hann heldur sér. Já. Finnst mér. Já. Tæknilega séð upp á CG-ið, ekki ég er alls engin sérfræðingur, en þegar ég var að horfa á þessu mynd, maður er bara, wow, þetta er flottara en margar myndir sem komið í dag. Hvað þá með Lord of the Rings? Mér finnst það ennþá halda uppi bara í dag. Já, ég meina, alltaf 20 ára gamla myndir, þú sér samt alveg mun á, eins og með Gollum, maður er bara svona stundum. Bara, en hvernig fannst þér CGI í Hobbitanum? Orkaðin leit út eins og ykkur gummi-leikling, sko. Þetta var ekki flott. Nei, sem orka, ég vil að þeir séu praktikal. Já. Ég vil sjá make-up, einhverja latex-grímur eða eitthvað. Þannig var þetta Lord of the Rings og það virkaði ógeðslega vel. Það eldist miklu betur. Ég veit það. Það er svo svaka framfærir í þessu CG-dóti. Og af því þú ert ekki að taka þetta upp, þetta er ekki in kamera, þá er þetta svo fljótt að verða úrælt, gamalt. En það er líka spurning, sko, því að þessu trölli í Moríu, það var náttúrulega 100% CG, en það lítur betur út heldur en tröllin í Hobbitanum. Finnst mér. Ég þyrfti að horfa aftur á Hobbit til þess að þetta var bara svona eitthvað bara ævintýra bull, sko. En hvað heldur það sé? Af hverju eldist það svona vel? Ég veit það ekki. Ég held bara... Þetta er sumu grunnatriðin, það er eitthvað textjör, það er eitthvað rigging. Já. Ég meina, af hverju er þetta flottar í mynd sem kom út fyrir 20 árum? Ég held að það sé svolítið mikið í kompinu, sko, og lightinginu. Þú veist, þegar þetta er svona CG heavy mynd, það þarf að vera ákveðin svona lighting feel á henni. Það kemur svolítið í gegn þegar maður horfir á það í þessum nýju myndum. Já, viltu meina það kannski að
að því að lýsing skiptir náttúrulega rosalega miklu máli, að það sé kannski smá off. Já. Í Lord of the Rings þá þetta rosalega mikið old school svona practical lýsing. Hún aðeins svona grárri og einhvern veginn virka það betur fyrir þetta, fannst mér. Plús það náttúrulega megna þessu praktikal, sko. Allir orkarnir, miniatures, skilur. Það svo gaman. Það geggjað. Þannig á að gera þetta, sko. Þú veist, ég að vinna í CG, skilur, og ég svona, þú veist, þetta bara ómikið CG, sko. Þetta þarf að vera minna. En það er svona ódælt að nú búin að tala við nokkra sem vinna í þessum bransa, sem vinna við CG. En eiga það sameiginlegt í rauninni samt, að þeir vilja hafa þetta samt frekar svona sem þú tala Af því að það lítur betur út. Oft, ekki alltaf, en oft. Þú veist, það sumt CG sem bara mind-blowing og bara geggjað, skilur. Og sumt náttúrulega ekkert hægt að gera nema CG. Ég skil það alveg, en mér veist oft því að horfa á okkar bíómyndir og ég hugsa mér, það verið cool að þetta verið módel. Eða eitthvað, skilur. En í dag ekki frekar stokkið bara í það. Þetta bara gert í tölu. Jú. Það rosalega mikið bara, gerum þetta í post. Ég meina, það ekki bara, einfaldra. Auðvitað mikil vinna, en þú getur, þú veist, ef þú býr til eitthvað módel og það fokast eitthvað upp eða eitthvað, eða eins og þetta með, ég oft talaði í podcastunni í gamla myndum, 80s og 90s myndum sérstaklega, ef þú ert skotin, þá ertu maður squibs, þú bara springur og það er bara blóðpúki. Ég elska það. Ég elska það líka. Mér finnst það svo skemmtilegt. Í dag, þetta virðist oft vera tölvugjart. Og ég skil af hverju, þá þarftu ekkert eitthvað, skilur, þarftu ekki að fara í nýja skyrtu eða eitthvað. Meira convenient fyrir leikar. Já, þetta meira convenient. En það lítur ekki að vel út. Það ekki skemmtilegt. Nei. Ég alveg sammála því, sko. Þú veist, og mér alveg sama, þó að sé eitthvað smá svona continuity mistök, þú veist. Þú veist með eitthvað gæja, hann skotin, hann dettur, svo klift, þá kannski blóðið ekki alveg nákvæmlega eins í næsta skoti. Já. Veistu það, mér alveg sama meðan ég fæ að sjá blóðpókan springa. Það skemmtilega. Mér finnst það, ég algjörlega sammála því, sko. Þú veist, þannig, þetta þarf að vera rétt balansað. Þú veist, nota CG á réttu stöðum en ekki ofnota það. Sem svolítið mikið að vera að gera í dag, sérstaklega í, þú veist, þessum Marvel myndum og allt þetta, þú veist, þetta bara... Þetta er svo mikið. Þetta er svo mikið, sko. Það þarf ekki að vera svona mikið. En hvað finnst þér ég langar að spyrja út í það? Svo gaman að heyra ykkar alltaf því frá fólki sem vinnur í bransa. Það sem kallast þetta volume eða veit ég hvað annað heiti yfir það. Þeir notu þetta í Mandalorian, þá nota þetta Unreal dot fyrir bakgrunna. Þá þetta ekki green screen, þetta bara svona LED-skjár eða hversu margir litlir eitthvað sem myndi eitthvað svona hálfgerðan vegg. Þetta var notað til dæmis í The Batman. Þannig að til dæmis leikarnir fá að sjá eitthvað eins og ég skildi í rauninni real time og mér finnst þetta lúkka tölvört betur en green screen. Það eitthvað feelingur, eitthvað vibe í þessu. Já. Ertu sammála því? Hvað finnst þér um þetta volume dot? Mér finnst það mjög góð hugmynd, sko. Plús það náttúrulega að þetta setur leikarana inn í umhverfið, skilur, í staðan fyrir að vera bara á okkur blue screen og green screen, sko. Og plús það að þú fær náttúrulega mikið að lighting bara frítt í staðan fyrir að tölva gera það, sko. Þetta klálega eitthvað sem ég var að nota áfram. Þeir notuðu þetta í Lion King 9 til dæmis. Já, notuðu volume þar. Já, svipað. Og þau voru með mjög heavy use á Unreal Engine, sko. Og það leit mjög vel út. En þetta ekki framtíðin? Ég held að það sé framtíðin, sko. Verður þetta ekki eitthvað sem þannig að green screen bara búið? Ég held að þetta sé ekkert ódýrt. Þannig að, þú veist, ef þetta einhverjar indie movie eða eitthvað svona low budget myndir, þá náttúrulega notaði green screen og blue screen og allt það. En þegar þú ert komin í, þú veist, ágætt budget, þá ert að fara að nota þetta. Og þeir að nota allstæðir í dag. Það einmitt, sko, ég man ekki hver að var sem tala, hvort það verið Jon Favreau sem gerði einmitt Mandalorian. Að stóra ástæðan þeir vildi nota þetta volume dot. Því að Mandalorian sjálfur, Mando, hann auðvitað með, sko, hjálm upp á endurspegl. Og ég man ekki hvernig hann útskipti, man ekki alveg tæknimáli, en það eitthvað í samvættu green screen, það hefði kannski ekki virkaði vel, litið skringilega út, en bara hvernig endurkastast lýsingin frá þessum skjám, endurkastast einhvern veginn í brynjunni og hjálmunum, það lúkar það svo tölvöld raunverulegra. Ég held að gera það, sko. Ég held að það hafi aldrei verið vesen með einhver endurspeglun. Mér finnst nú frekar líklegt að það hefði verið að fiffa það í post, sko. En ég held að þetta sé meira bara fyrir leikarana, sko. Geta sett sig inn í umhverfið og
þú veist, fengi fíl fyrir senunni. Já, það, heldur þetta sé meira að hugsa fyrir leikarna? Ég held það og plúsa að þetta virkar og ef þú ert að fá basically eitthvað betur úr þessu frekar en green screen, þú veist að okkur ekki nota þetta. Því mér finnst ég finna fyrir miklu mun eins og í Batman 9 þegar Batman og Catwoman upp á einhverju háhísi eitthvað og sér þú veist Gotham-borgina það til þess var lettskjár, það var ekki green screen. Ég maður þegar ég horfði hann í bíó mér finnst það lúka svo þetta var svo flott og mér fannst ég ekki beintur að horfa gerfi bakgrunn en stundum í green screen þá sér það alveg bara svona þetta er stúdíói skilur þau, ég var alveg þegar ég var að horfa á Batman bara, hún lúkar rosa vel svo mitt horfði ég á behind the scenes og sá ég að það voru notið þetta volume þannig að bara sem er lýsinguna hún virðist vera flottari þú tekur undir það? Já, klárlega ég held að þetta sé algjörlega framtíðin, sko en kannski þetta verða meira indie-myndir eða eitthvað sem þurfa þá að grípa í það að nota green screen. Já, ef það er ekki nóg budget, sko, af því ég held að þetta sé ekki ódýrt. Ég held að það sé, þessi stóru fyrirtæki sem eru með nóg pening sem ég ættir að nota. En þekkir það eitthvað? Er þá, eins og bara, ef við tökum svo stóru fyrirtæki, ILM og Veta og eitthvað, eiga þeir sitt eigi volume eða er þetta Studios, er Warner Bros, eiga þeir eitthvað volume, space, eitthvað mig grunar, ég veit ekki, en mig grunar að þetta sé bara eitthvað sem er leikt út, sko. Þú veist, þá er þetta bara sérsvið í ykkur stúdíói og það er búið til kannski, þú veist, jörðina sem er labb á, sem er þá kannski bara, þú veist, gras eða whatever. Og svo eru skjátnir bara settir upp, skilur. Þetta er bara eitthvað sem getur leikt. Mig grunar það. Já, það er engin höfundaréttur á þessu eða neitt svoleið, sko. Nei, og ILM kannski á ekkert sitt volume, space. Já. Ég held að, mér finnst það ólíklegt af því að þetta ætti að vera eitthvað sem getur sett upp hvað sem er, sko, í ykkur stúdíói. Ég veit að eru bara, þú veist, litlir skjáir, skilur. En svo er það líka samt leiðilegt í þessu, ef að þú getur gert hérna hvað sem er í dag, í tölvu, eins og ég var að horfa á Pirates of the Caribbean, sem er frá, sko, 2003, ég er að horfa á allar, en það var svo gaman, það var svolítið síðan ég sé hana. Þau voru út á sjó. Já. Mikið part af myndinni, þá voru þau á skipi út á sjó. Þú sem áhverjandi, þú finnur það. Já. Þú sér það. 100%. En svo, núna er ég að horfa nýja séri sem gerist líka á sjó. Ég er að horfa á 1899, hefur séð hana? Ég ætla að byrja á þessu. Ég sá trailerinn á, er þetta á Netflix? Já. Læsast þættir. Já. Ég er bara búið með ykkur að 3 fyrir þætti. Já. Þeir lúkka alveg. Að þú sér samt að þau eru ekkert að sjó. Já, það er engin, þú veist, báturinn vaggar ekkert eða ekki neitt bara. Jú, þú veist, já, þú veist að það er vindur og þetta er alveg flott og þau notaði mitt volume, notaði ekki green screen, skilst mér. En þú sér samt, þetta er ekki svo að þau horfa á Pirates. Nei. Skilur. Þannig ég bara pæla, verður þetta, auðvöldara ef þú gera eitthvað, þetta gerst á sjó, auðvöldar að fara í eitthvað stúdíó heldur en við þurfum að fara út á sjó og þurfum að taka þetta upp og það er enginn sem það sé ekki einfaldara að fara bara í stúdíó. En þú veist, er það bara framtíð? Ég held það. Það er búið. En ég vona ekki svona. Af því að, þú veist, ef horfur á myndir svo þetta Mummy, skilur, þetta var allt tekið upp bara í eyðimörkinni. Og það alveg, þú sérð það alveg. Þú finnur alveg fyrir bara að þetta er on location, skilur. Í staðan fyrir að vera í einhverju stúdíó með einhverju sand á hjörðinni, skilur. Það er bara svo mikill munur finnst mér eins og ég horfði á Kenobi-seríuna. Hvernig fannst þér hún? Hræðileg. Varstu eitthvað að vinna með hana? Nei, ég var ekki að vinna með hana. Fannst þú góð? Mér fannst hún ekki, sko, það var margt sem pirrar mig við hana. Fyrsta lagi, þetta chasing með Leiu, hún er góður. Hvernig komst það í gegnum bara allt saman? Já, ég veit ekki. Okkur sagði enginn stopp, bara herri, getum ekki haft þetta. Catherine Kennedy bara, þú veist, hún er alveg relentless alveg. En hérna, það eru nokkra senur sem er alveg bara geggjaða, sko. Þess að það veitir að rífa skipið í sundur og þennar að fæta Obi-Wan, það er geggjað. Já. En megnið af þessu er bara eitthvað krepp, sko. Mér finnst bara handritið var steik, þeir hefði getið gert svo gott stöf, sko. Þetta hefði getið verið trillt. Svo geggjað, sko. Ertu að horfa á Andor? Já, eftir að horfa á það, en ég er búin að heyra mjög góð hluti, sko. En þú veist, Andor, þetta er bara eitthvað, þú veist, þetta er eitthvað, ég horfði á Rogue One,
Þetta er ekki karakter sem ég er peppaði fyrir. Ég þekki henni ekki neitt. Það skiptir ekki máli, þetta er gegn serja. Já, ég hef heyrt það, sko. Þetta er tröflu serja. Af hverju? Veist, hvernig... Mikið betur skrifuð, heldur en... Er það bara málið? Já. Ok. Og ég er að klára, eftir síðasta þáttinn. En eins og Andor, ef við tökum bara útlitið, Kenobi var rosa mikið volume-dót. Andor, það var tekið upp á location. Og þú sérð gigantíska mun. Auðvitað eru þau líka eitthvað með green screen eða þetta volume-dót, en mikið svo tekið upp bara úti. Já. Það er gras þarna, það er steinn þarna, það er tríð þarna. Og bara feelingur við að horfa á þetta. Þetta alltaf grándar þetta svo miklu meira. Og ég er svo fegin að þetta er ný serja og stórt náttúrulega IP, ég meina Star Wars. Ég held nefnilega eftir Mandalorian, þetta er bara allt volume-dót. Já. Þeir eru allt bara fake bakgrunnar og mér er svo gaman að sjá, veist, þeir eru líka alveg tilbúin að fara í Practical, svona já, location. fara á location og ég veit, ok, kannski nenni fólk ekki að fara út og taka upp lengur eða ég veit ekki hvað þetta er. En mér er gaman að sjá það. En ég mælum að tjekka Andor maður. Fuck me, þetta er gott, sko. Já, ég horfði á Mandalorian og... Þetta er betur en það. Betur en Mandalorian? Ok. Book of Boba Fett? Express? Nei. Ekki alveg myndið fallið, sko. Sko, ég er á því, og það komið kannski mögulega með hot take. Andor er besta Star Wars-efni sem hefur komið út síðan Empire Strikes Back. Það er bara... Já, ég veit, ok, ertu búin að horfa á Clone Wars? Ekki allt, en ok, ég ætla aðeins þetta. Leikna. Leikna? Já. Að þeir Clone Wars var drulltöf. Best leikna Star Wars-efni síðan Empire Strikes Back kom út. Sko, ég fíla... Ég er að segja það, August. Já. Sko, ég horfði... Þú trúið mér ekki? Jú. Ég horfði á fyrstu Star Wars myndina á Waffa S og Mava. Og ég horfði á þetta eins og old school Star Wars. Sem var basically New Hope, Empire og Return. Á Waffa S. Í einhverjum skítagæðum, skilur. Það var eitthvað tekið upp á Waffa S. Bara þú varst lítill. Já. Og svo, þegar ég var aðeins eldri, Phantom Menace, Attack og Revenge of the Sith. Ég er ennþá því að Revenge of the Sith er besta myndin. Bara á öllum? Á öllum. Náttúrulega nýja myndin eru drasl, sko. Force Awakens var alltaf í lægi, þetta svona lofaði góðu, sko. Svo Last Jedi, hann kom náttúrulega Ryan Johnson og var með eitthvað handrið sem bara tók J.J. Abrams handrið og bara, gera eitthvað allt annað, sko. Gæst að last út af sögunni. Rise of the Skywalker var bara super politist krapp, sko. Drasl, sko. Algjört disaster, sko. Ok, þannig að þú ert af því að Revenge of the Sith sé betur en Empire Strikes Back. Ég held að mér finnst hún betri en hún ekki skemmtilegri. Skemmtilegra að horfa á Empire Strikes Back, en sem bíómynd er Revenge of the Sith betri. Hvernig sagan kemur saman, tónlistin í myndinni, þetta er bara meistarverk fyrir mér, sko. Heldur þú setja minnihluta? Heldur þú sé margir samanlega? Star Wars-þáttunum sem ég þekki eru sammála mér. Þeir eru á mínum aldri, þeir eru ekki old school, sko. Þú veist, þeir fíla alltaf gömlu myndirnar, en þú veist. Já, þú meina þetta er kannski svona kynslóða munur. Ég held það, þú veist, ég held að krakkarnir sem eru að horfa núna á nýju Star Wars myndirnar, þeir eftir að horfa á Rey og Finn og allt þetta sem bara, þú veist, Star Wars. Fyrir mér er það ekki þannig, sko. Fyrir mér er það bara Anakin, sko. Þú veist. Ég ætla að nefna eitt hérna sem að Máni, það er strákur sem kjóður til mín, shoutout. Hann sagði mitt að prequel-sagan er besta Star Wars-sagan, en hún er bara svo illa sögð. Já, þetta er náttúrulega varð... Hún er röff. Já, hún er röff, sko. Náttúrulega, George Lucas er fyrst og fremst storyteller og rithöfundur. Hann er ekki direktor, fyrst og fremst. Og hann er ekki skráð dialog. Nei, alls ekki. Super cheesy dialog í öllum myndanum, sko. Ræðilegt. Hvað þá á Anakin. Þannig ég held að hann eigi svolítið heima þar, sko. En bara, þú veist, sagan í prequel, skilur við. Mér finnst það bara geggjuð saga. Þetta er geggjuð saga. Þetta er geggjuð saga. Og að því að, þú veist, ég var krakki og því ég var að horfa á prequels, þá voru þetta, þú veist, mína Star Wars myndinir. Og ég held að, þú veist, bara eins og í dag, kynslóðin í dag sem er að horfa á þessar nýju Star Wars myndir, sequel hana. Fyrir þeim er það bara Star Wars og fyrir mér er prequels Star Wars. Ástæðan fyrir ég segja að mér finnst Andor besta bara síðan, mér finnst Empire besta Star Wars myndin. Já. Ef við tökum bara allt, bara leikarana og allan bakkan. Mér þykir vænt prequels
og Sith alltaf langt best af þessum þremur. Mhm. En það sem í Andor, sem ég veist ég aldrei að fundi eins vel fyrir þessu áður í Star Wars, að þarna farið virkilega að finna fyrir hvernig væri að búa í heimi sem væri undir þessu keisaraveldi. Undir þessu empire-dóti. Þeir á Coruscant í Andor eða? Hvað sér þau? Þeir á Coruscant í Andor eða? Eitthvað, já. Ok. En það skiptir ekki öllum mála, því að þetta er alltaf empire alltaf bara yfir alla vetrarbrautina. En þú færð rosa mikið að finna fyrir því, bara shit, þetta væri hrikalegt að búa í svona heimi og þú færð rosa mikið að finna fyrir því virkilega hversu mikilvæg rebellion þessi rebels. Já. Þetta ekkert eins og horfi í góðanum myndunum. Jú, þú bara eitthvað, hei, já, Princess Leia og Han Solo og Luke og eitthvað, þau að berjast gegn hérna vonda keisarnum og svona ævintýrlegt. Í Andor, hann næri grándi þetta miklu meira, svona líkara Rogue One, Andor er í þeirri mynd. Þetta fyrir Rogue One eða? Já, okay. Það gerist 5 árum fyrir Rogue One. Já. Og þeir ætla að gera 2 seríur og næsta sería ávist að bara enda í rauninni bara það sem Rogue One byrjar. Okay. Og bara leiða beintin í Rogue One. En mér finnst það svo cool að þú nærð að setja þetta upp að þetta fólk og það mjög mikilvægt að berjast fyrir frelsi sínu gegn svona liði eins og keisarnum og því dæmi. Það engin geislasverð, það ekkert forstótt. Þetta meira svona meðalmaðurinn í staðan fyrir að vera Jedi eða Sith eða eitthvað. Já, þannig að þú myndir horfa á þetta sem eitthvað svona þrep. Við erum búin að sjá toppin. Við erum búin að sjá þegar Yoda reynir að berjast í keisaran. Það toppurinn, en Andor bara svona botnin. Bara fólk sem bara vinni í einhverju námu eða eitthvað, einhverju plánut út í raskati. Og þú fara að sjá það svo ógeðslega vel í Andor. Af því að þeir ná að gera þetta svo mannlegt og þú ert með og það er svo gott dialóg líka í þessari seríu og þú ert með atriðarna, ég ekkert að spoila neitt, þú ert með atriðarna sem maður bara svona, gæsahúð. Það sem maður bara eitthvað, shit, þetta svo vel leikið, þetta svo gott, þetta bara fullorðin stótt að gerast í Star Wars heimi sem við höfum ekki fengið að sjá almennilegur. Og ég var alltaf á því að maður þyrfti að hafa lightsabers og Force og Jedis og Sith og eitthvað. Það var Star Wars. Það var Star Wars? Já. En eftir ég er búin að sjá þessa fyrstu 11 þætti í Andor-seríunni, ég alveg komin á það að mér alveg sama hvað gerist í Star Wars heiminum, bara með það gott. Já. Ég get alveg tekið til það, sko. Þetta er svona svipað dæmi og Hvað gerist? Ég misti dolluna Sorry. Með í Rings of Power. Ok, ertu búin að horfa á það allt? Já. Og Hvað er þetta? Margt sem ég fíla ekki. Mér finnst eitt af besta við þessa þætti vera Elrond og dvergurinn, hvað hétt hann? Durin. Var það Durin? Durin? Já, Durin. Ég væri til í spin-off bara þá 2, sko. Bara fá að sjá, Mori og allt þetta. Voru ekki Mori? Nei, voru ekki Mori. Það voru einhverju fjalli. Casa Dúm. Nei, Casa Dúm, það er í Mordor. Nei, það er ekki bara Dúm. Ég man ekki. Ég er nýbúin að taka langan Rings of Power sem var það var áskriftátt af mér. Ok. Og ég hvet fólk til sem þetta kíkja áskriftátt af mér, það eru margir þetta sem ég er að gefa út það sem eru, ég er ekki hlutlaus, drullugóður, skemmtlegir. Og Rings of Power, það fekk ég til mín 2 gestir sem þoldi ekki seríuna og einn sem fílaði hann í bot og þetta er allt Tolkien menn sem þekkja lórið og vita hvað einhver álfur hét fyrir 5.000 árum og eitthvað. Það var ógeðslega gaman að hlusta á það og svona rökra þessa seríu. Já. Þráttur það, ég sé nýbúin að taka upp þann þátt. Jú, Casa Dúm, það er dvergaríkið. Fuck, það er kannski einhver öskur. Nei, ég held að það sé rétt hjá þér. Ég held Casa Dúm. Það er ekki Bridge og Casa Dúm, er það ekki sem að sagði Mori? Jú, það er ekki. Ég held að... Mori... Já, að viti þetta, sko. Ég á að viti þetta, sko. Herðu, come on. Ég veit það. Veistu þetta ekki? Ég á að viti þetta. Ég held að það sé rétt hjá þér. Ég held þessi Casa Dúm. Ég byrst afsökunar, ég man ekki. Æ. Bussið frá því, ok, þessi þættir, svo að Sundsú fílar ekki. Hvað er átt einhvern? Er þetta 6 hjá þér, 7, 5? Ég myndi segja 7. Það er ekki slæmt. Það er ekki spes. Það er svona allt í lagi. Það er alltaf róa meðalag. Já, get sagt það, sko. Hvað myndu ekki á Kenobi? Sko, bara út af Vader og Obi-Wan.
fætinu. Sittur Rowan Rings of Power? Nei, ég get það ekki. Ég geti það Ég get það ekki, sko. Að því þú ser einn í heildinni ekki spes. Mjög asnalega skrifið og allt það. Og líka svolítið illa líkin, kannski. Já, og eins og ég sagt áður, var eitthvað að biðja að fá seríu með 10 ára gammalli Princess Leia. Já. Af hverju fjallaði þetta ekki Obi-Wan og Vader? Þetta átti að vera þannig. Það bara fór eitthvað úrskeiðis í handritinu, sko. En ef ég ætti að gefa því einhvern, ég veit það ekki, ég myndi 6,5 út af þessu senasta bardaga, sko. Það var eitthvað sem maður búin að bíða eftir bara síðan 2005, skilur við. Já. Þetta var eitthvað sem maður langað ógeðslega mikið til að sjá. Og þú alltaf mikill Revenge of the Sith maður. Bara Star Wars maður yfir höfuð, sko. Ég held ég búin að sjá megnið af Star Wars efni. Ég búin að sjá, Rebels, Clone Wars og alla myndina alltaf og alltaf verið mikill Star Wars maður. Og samt sem maður, frekar vonsvikinn út á Obi-Wan. Þetta var bara ekki nógu vel gert. Það hefði getað verið svo geggjað, sko. Ég var pirrar þegar Já. Mér var svo lélegt. Já. Svo illa gert og fá heitin aftur og Ewan McGregor og gefa þeim þetta drast. Já, ég veit það. Þetta er svo mikil synd. Þetta hefði getið verið geðveik serja. En þér fannst endurinn góður að ekki? Þú veist, þetta Final Fight þarna. Það var ekkert af því. Mér fannst það alveg top notch. Þeir voru náttúrulega búin að stela þessu úr Rebels, þar sem hann sker inn í grímuna og Já, sko. Ég minn það alveg cool, sem hann segir það er líka alveg cool. Já. Hvernig blanda reddinni og allt það, sko. Þetta var allt svo, mér fannst það bara svo illa skrifað. Mér finnst það svo margt svo random dót eins og bara í fyrsta þættinum. Það er eitthvað Jedi sem finnur Obi-Wan. Bara eitthvað random út í eyðimörkinni. Hvernig fann hann? Obi-Wan er búin að kötta sig frá forsinu. Þannig að það er ekkert að segja, hann skinjaði hann eitthvað. Það er ekki hægt. Var það ekki út af því að... Það rambaði bara á hann eitthvað. Já, var það ekki af því að þeir voru að leita á Obi-Wan þarna og þá bara labbaði hann út í eyðimörkinni og fann hann. Ég veit ekki alveg hvernig það virkar, sko. Var hann ekki búin að nota forsið eitthvað tímann þarna inn á milli? Þannig að hann var aftur tengdur eða eitthvað, ég man ekki líka. Nei, ekki neitt. Umuligt að skrifa. Já, hann getur líka vel verið, sko. Ég trúi því alveg. Það var fullt af eitthvað svona dóti. Já. Svo líka bara hvernig hann er dregin inn í þessa sögu. Ég var ekki alveg að kaupa þetta. Hann er þvíld að fela sig og Bail Organa bara hvað Obi-Wan, þú ert eina von mín, þú voru að... Er hann eitthvað að fela sig samt? Var hann ekki í einhverju vinnu bara... Jú, en hann var ekki notan Force Powers eða... Já. Hann leit alveg eins út, líka við og hann gerði sinnustu mynd. Og hann var með Empire trúpes í kringu sig, stanslust og átt þess engin á því. Reyndar þau sem var að hugsa líka út í... Sumt það sem ekki ekki sens. Já. En það var margt sem buggaði með í Kenobi. Allt þetta með Rífu, mér fannst það rosa skrítið. Plani hennar er að drepa börn að því hún hefna sín á því að því að Anakin draf börn eitthvað. Þetta var allt rosalega skrítið. Mér fannst það líka bara ekki virka sem karakter, sko. Hún var alltaf einhvern veginn pirruð út af engu og bara, þú veist, allir þessi karakter, þetta var bara eitthvað astanlega skrifað, sko. Það virkaði ekki. Nei. Handiðin voru bara ekki að virka. Nei. Þannig ég mæli mig að tjekkja á Andor. Ég verði spenntur að heyra, þú mátt endilega senda mér skilabóð, þú ert búin að tjekka á þessu. Já, skal gera það. Að ég hef alveg heyrt líka frá Star Wars nördum að bara þetta er leðilegt og gerist ekki neitt í þessu. Andor? Já, Andor. Okay. Mér finnst það ótrúlegt. Að það er svo mikið konflikt í seríunni. Þú ert kannski með spennandi atriði sem er kannski bara pólitískt. Bara eitthvað 2 manneskjur að tala um eitthvað og það er spenna í loftinu. Það þarf ekki alltaf að vera einhverjir gunfights og sprengingar og... Nei, í rauninni ekki, sko. En þú segir að það er engin geislasverð, engin Sith, engin Jedi. En virkar svona. Þetta svinn virkar maður. Ok, ég þarf að tjekka á þessu maður. Gæði þessu séns. Já, ég skal gera séns. Mér er búin að finnast það spennandi og áhugavert bara frá fyrsta þætti. Og mér fannst ég finna líka bara, já, ég var búin fyrsta þáttin og ég bara, wow, þetta er aðeins öðruvísi. Ég er alveg að horfa virkilega á að það sem ég stundum að hafa háð þessum Star Wars þáttum er að sem er leikarn og svona stundum svolítið styrt, líki Mandalorian, kannski, ég meina Mando sjálfur, Petra Pascal er geggjaður, en þú ert með svona inn á milli kannski ykkur auka karakter og maður er bara, þetta er rough maður. Ekki Andor. Okay. Auka karakterinu geggjaðir, allir þessu auka leikarar. Þetta virkar bara svo alvöru sjónvarserja. Komður ekki við sengun? Mjög hátt.
8-5. Allavega. Jafnvel 9. Ég alveg komið þar, sko. Hvað fær Breaking Bad í einhvern veginn? Það er 10. Já. Það er 10. Já. Og sem heildaverk þá er það náttúrulega bara masterpiece. Já, voru ekki fyrstu 2 seríurnar frekar sló? Slóð þarf náttúrulega ekki að því að það sé lélegt. Nei, en... Og það þarf ekki alltaf að hraði. Mér veist það bara rosalega góð persónusköpun, það var að byggja upp innan heim, sérst í Breaking Bad. Minn Andor líka alveg frekar sló, alltaf til að byrja með, það böggaði mikið neitt. Að það verið að byggja upp eitthvað, þannig að þegar það gerist eitthvað, þá er þeir ekki sama. Þeir eru andum karakterina, þú vilt vita hvernig þetta fer, þú heldur með okkur ákvörðum, hata þennan eða eitthvað. Breaking Bad fannst mér finnst það aldrei vera sló. Er ekki talað að allan að fyrsta serían sé frekar hæg og svo byrjar þetta byggjast upp? Ég var alveg að tala það, ég er bara ekki sammálaði. Nei? Já, þú veist, ég skil hvað fólk er að tala en mér leið aldrei eins og bara, oh my god, það er ekki eitthvað að gerast í þessu. Já. Það var aldrei þannig. Síðasta serían er alltaf mest spennandi Já. og þú líka finnur fyrir að serían er að klárast. En heildaverk, ef ég tæki Breaking Bad og ég þurfti að dæmi þetta sem sjónvarpsseríu á öllum þessu seríu sem ég sé, þá er það 10. Já. Mér finnst þetta bara að vera eins nálægt því að komast, þess að hún kemst eins nálægt því að vera fullkominni eins og sjónvarpsseríu getur mögulega orðið, sko. Hvernig fannst þér á Better Call Saul? Ég er ekki búinn með Better Call Saul, ekki út af áhugaleysi, mér finnst það brjálu sería. Ég er búinn fyrstu 4. Ég var alltaf betið að kemur á Netflix, nú er þetta komið á Netflix og nú er þetta allt búið. Voru gerðar þetta voru 6 seríur. Já. Þetta búið með allt? Ég búið með allt. En mér finnst það sturla. Já. Fannst þetta lélegt? Ekki lélegt, sko. Ég var ekkert alltaf mikið eitthvað að fíla þetta lögfræði dæmi, sko. Ég var meira í Mike og Gangsterdóðinu. Já, karteldæmi eða hvað sem þetta var. Það var svona, Breaking Bad throwback dæmi, sko. Mér finnst lögfræðidótið mjög skemmtilegt, sko. Já, ég held að það sé frekar persónubundi, sko. Það er alveg góð moments af því að hann er náttúrulega crooked lawyer. Hann er að fara, brjótast inn í hús og stela ykkur í drasla og eitthvað svona, sko. En samt, mér finnst highlightin vera Mike og þetta dæmi sem var svona aðeins undirliggjandi fyrir Breaking Bad, sko. Já, það fyrir kannski eftir hvernig þú nálgast þetta. Já. Mér finnst Better Call Saul, þetta er alltaf spin-off-serja og mér finnst eiginlega bara ótrúlega hvað hann á að gera þetta vel. Að ég hefði enga trú á þessu fyrst. Okay. Nei. Þó þetta er sama krú. Að þú ert að fara frá Breaking Bad sem að mörgum er talin bara... Besta serja allir tíma. Já, ég er ekki sammála því reyndar. En... Ekki? Nei. Er eitthvað annað með 10 einhvern eða? Já. Ok. Ég alveg sé nokkra serjur sem er 10 einhvern. Ok. The Wire er 10 einhvern. Já. Sopranos er 10 einhvern. Sopranos finnst mér besta serið sem hefur gerð. Ok. Hefur séð það? Sopranos, ég hef ekki klárað það, en ég veit að The Wire Sopranos eru þarna uppi, sko. Það eru 10 serjur. Það er bara þannig. Já. Ég er bara... Long run. Já, það er bara svo vel hætna maður. En eins og með það, þú veist, þau gera Breaking Bad sem fær svona svakalega góð einhvern hjá fólki. Já. Bæði gaggrindum og bara fólki heima sem var að horfa þetta, dýrka þetta. Veist, getur þið ímyndaði pressuna? Bara við ætlum að gera hana spin-off. Já, sko, mér varst Better Call Saul að vera successive spin-off, en El Camino, það var svona fannst mér. Þetta var eitthvað sem þurfti ekkert að búa til. Nei, ég er svolítið sammála því, ég kláraði ekki einu sinni. Ég var svona pínu perraður að skilja að hafa gert það. Já. Plúsa, ljósari gaurinn Todd, hann var bara allt í einu orðin bara bolla. Var það? Já. Varstu ekki komin á það? Nei, ég man ekki okkur ég kláraði þetta ekki. Ég hef engan áhuga að sjá þetta. Nei, þetta, eins og segja, þetta var ekkert eitthvað sem þurfti að búa til, sko. Þú veist, þetta endaði þannig fyrir Jesse Pinkman, hann keyrði bara í burtu, þú veist, hann var orðinn frjáls. Það var bara fínn endir. Og núna, þú veist, já, ég ætla ekki að spoila þessi fyrir, þetta verður eftir að klára. Já, kannski eftir að klára þetta ekkert, já. Þannig, já, þú sérð framhaldið af því sem að mér fannst bara svona, það þurfti ekkert, fólk þurfti ekkert að vita það. Nei, en það líka, svo mynd, þetta var mynd, hún hvarf bara. Já. Það var engin að tala um þetta. Nei. Bara smá fyrst þetta kom út, svo bara föðra þetta upp. Já. Einhvern veginn. En Better Call Saul náttúrulega búin að fá mjög góða dóma, að ég meina þó að þú kannski hafi ekki fílað mikið þetta lögfræðdót, veist mjög hæpað að þú getur kallað þetta lélega seríu. Nei, alls ekki, sko. Þetta er rosalega vel skrifað. Karakterarnir og allt þetta konflikt sem var að gerast í þáttunum. Þetta er rosalega vandað. En ég bara eins og fyrir Vince Gilligan gæði sem gerir þetta.
kjarkin að vera bara eitthvað svona, já, veistu það, ég ætla að gera spin-off-seríu. Mér finnst það rosalega magna. Hann er náttúrulega að skapa hann heim, þannig að, þú veist, hann er í, þú veist, sínu rétti bara að gera sem hann vill. Já, auðvitað, en þú ert ekki að vera toppa Breaking Bad. Nei, ég veit það. Já, það er massa kjarkur, en, þú veist, ef hann er svona, ef hann er að fara að þessu eins og hann gerði í Breaking Bad, þá náttúrulega verður það bara gull. Það er bara svo erfitt að endurtaka þetta. Það er svo erfitt að koma, þú kemur einhvern hittara. Já. Koma svo með annan hittara. Já. Og ég tala ekki þú ert með svona long form storytelling. Það er svona með 6 seríur. Þetta er ekki eins og að gera eina bíómynd og gera svo framhaldsmynd. Ég er ekki að segja að það sé auðvelt, þetta er allt þessu ferli. Já. Að fara aftur í þennan heim, gera aðra seríu, mér finnst það mjög ballsy. Það er það, sko. Klálega. Ég veit það ekki, við erum bara sko... Það ljóma þess að þú var að fyrir miklu vonbrigðum. Nei, ekki vonbrigðum, sko. Einhvern? Hvað með einhvern? Á Better Call Saul. En þú búið með þetta? Já, ég búið með þetta. 7,5. Og Breaking Bad 10 hefur? Já. Ég myndi segja það. Ok, það er svona ágætis drop-off. Smá drop-off. Þú sagðist ekki að vera búin, eða ekki? Ég er ekki búin, ég átti síðustu 2. Ef ég þurfti að gefa þessu einhver núna, byggt á þessu 4 seríu sem ég sé, þetta er 8,59. Aha. Já, mér finnst þetta ógeðslega vanda, sko. Já. Ég er investið í öllu sem var að gerast þarna. Já, hann alltaf, þessi leikstjóri er alltaf bara fáralega góður, sko. Þetta koncept, bara Breaking Bad koncept, að það sé bara einhver framhaldsskóla kennari sem að byrjar að gera crystal meth. Kúka meth. Já, þetta er klikka koncept og þeir gerðu þetta svo vel, svo vandað. Ég get ekki ímyndað mér hversu erfitt hefur verið að skrifa þetta. Hversu langan tíma þau tekið, hversu mikið pain þetta process var. En þeir gerðu þetta svo vel, bara algjört perfection, sko. Þetta er sjúklega erfitt mitt. En hann alltaf var umgryndur líka bara svakalega hæfileikar ykkur fólki, maður. Já, hann var samt búinn að gera gott stað fáður. Hann var í X-Files og, þú veist. Algjörlega. Ég hef mitt þekkt hann það, en ég er rosalega X-Files-gæði. Ertu? Ég dýrka X-Files. Er ekki seinni seríurnar eitthvað aðeins slappari heldur en fyrir? Ertu þannig að það sé gáð bara fyrir 2-3 árum? Það var drasl. Hvaða seríu var það? Ég held ég sé komin á seríu 7-8 á X-Files. Þú ert búin að sjá það allt? Ekki allt X-Files, ég múið að megna því. Þess að byrjaði bara fyrstu og vannstu upp? Já. Og fyrir stuttu síðan? Já, árið eða eitthvað. Ok. Ég elska það, sko. Ok. Ég er hardcore X-Files-maður. Mikill X-Files-maður, sko. Þetta er... Ok, geggjað. Já. Þannig að þú ert komin á 7. seríu? Ég held ég sé komin á 7. Ég man ekki alveg hvar ég hætti. Ég held að það hafi verið 6-8, ekki starra milli. Þeir gáfu út, ef ég man rétt, þeir gáfu út á sínum tíma, sérst í röð, gáfu út 9 seríur. David Duchovny var í fyrstu 7. Svo kom Robert Patrick, tók við sem annar agent með Scully og hann er í 8 og 9, ef ég man rétt. Svo bara hætta í mörg ár og svo þeir gerðu aðra seríu. Chris Carter kom aftur, gæði sem gerði það og bjóti til. Og þeir gerðu seríu 10, minnið sér rétt sem er, seríu 10 og 11, gerðu 2 seríur. Ekki gáðar. Ekki? Ræðilegar. Var samt ekki svolítið skrítið að missa Mulder út þarna í þessum 2 seríum eða hvað sem það var? Kom bara einhver annar leikari. Fór hann í frí að hætta, vildi hann ekki gera þetta lengur eða hvað var það? Nei, sko, David Duchovny vildi, sko, eins og ég skildi á þeim tíma, þetta var eiginlega allt tekið upp í Vancouver, þess að Kanada, flesta seríunar. Þeir breyttu staðsningunni, þeir byrjaðu að taka þetta upp í LA, í seríu 6 eða 7. Og mér minnir það að Duchovny sem sagði bara, herri, ég nenni ekki að, ég býði inn í LA, ég nenni ekki að fara, það var eitthvað þannig, það voru bara að reysa þættir, hann fengur svo mikið power, þeir færðu locationu, byrjaðu að taka þetta upp í LA, þú sér að leika á þeim þættinni breyttist aðeins útleyslega í seinni seríunum og svo bara basically hætta, hann fekk bara eitthvað svona, ég er bara búin að missa áhugan á þessu, ég ætla bara, ég er átt. Bara gera þetta svo ógeðslega lengi. Já, þú gerði í 7 ár. Byrjaði 93 og hætti, já, fyrir nokkrum árum. 2000 já, einmitt, auðvitað tók svona margar ára pásu. En þá fengur Robert Patrick inn, hann alltaf lék ekki Fox Mulder, hann lék alltaf annan agent. Það er fullt af góðum þáttum í þeim seríum. Já, þú er alltaf eftir. Já. Þú ert ennþá í þessum að Duchovny er. Já. Mér finnst atmosfærið í þessum þáttum, mér finnst það svo þægilega skemmtilegt einhvern veginn. Ég dýrki þetta, sko. Já.
þú veist, það er svona margt mjög silly, þú veist, eins og, þú veist, þessir diskar hérna í loftinu og eitthvað. Þetta er svona, þetta er svolítið svona. En svo er líka spurning, hvort finnst þið skemmtilega, því að X-Files skiptist svolítið í tvent. Mythology þættina, það sem var Gemburudótið og þessi stóra saga sem næðir svolítið yfir allar þessi serjur. En svo er þetta með svona standalone, svona Monster of the Week þætti. Já. Það svo getur bara dottið inn í einn og einn þátt. Það er svona smá supernatural feelingur í þessu. Af því að, þú veist, hver þáttur í gamla daga var bara eitt case. Það var eitthvað eitt skrýmsli í þættinum. Það var svolítið svona, ég held að það hefði svolítið verið inspirationi fyrir Supernatural, sko. Supernatural var ekki til ef X-Files ekki er búið til. Nei. Þeir djóka með þess að með það. Já. Bara eitthvað þykist vera Mulder og Scully í minnum í einhverjum þætti. Winchester bræðinir. Í alvörunni? Já, ég getur svarað. Ég er búin að sjá allt Supernatural, ég man ekki eftir því. Já, mér minnir þetta bara í fyrstu seríunni. Já, ok. Ertu búin að sjá allt Supernatural? Já. Það er ekki 20 okkar seríur. 17 eða eitthvað. Crazy. Ég veit það, þetta er ógeðslega langt, sko. Þetta er líka 2005 til 2020 eitthvað, sko. Já, ég sá fyrstu 6 seríu þar. Mér minni ég hætti fljótlega sjórunar hætti sem bjótu til, Erik Kripke. Svo alltaf gera það boys í dag, það var það. Eftir þess að ég er búin að heyra góða hluti svona. Gæðir. Ég hætti fljótlega eftir að hann hætti. Ég fann svona, það er lást að vera að Kripke hætti. Já. Þetta var svo orðið svolítið teikt. Já. Hvað var ég að segja? Supernatural. Mér minnir alveg örugglega hvort það er bara þætti 1 eða þætti 3. Þetta var mjög snemma minnum í fyrstu. Það sem þeir koma átt stað. Þeir eru alltaf þykjast verið oft bara, já, þeir eru með FBI-ina. Mér minnir að þeir að sagði Agents Mulder og Scully. Mér minnir það. Það er geggjað svona. Mér finnst það geggjað, sko. Það er geggjað. Og ég meina þetta er bara svona respekt líka, gagnvart X-Files, að þeir voru groundbreaking þættur sín tíma. Já, mér finnst þetta svo toppurinn á Supernatural vera bara, þú veist, þegar það er bara, þú veist, eitt case og eitt þátt. Þegar þeir fara yfir í svona langdragna sögu, sko. Þá er þetta svona, byrjar aðeins quality að droppa off, sko. Í X-Files? Nei, Supernatural. Ennast í X-Files. Þeir gerðu svona, sumið þættinir voru með fjöllum, eitthvað svona, systir hans sem var tekinn og Geimverudótið og Cigarette Smoking Man og allt það. Já. En svo varstu með kannski bara eitthvað skrýmsli sem gerir eitthvað, lendi eitthvað bara svona standalone þættir. Hvort finnst þið skemmtilega? Mér finnst standalone skemmtilegra. Mér líka, allan daginn. Já. Þegar þetta er komið í 3-4 episodes á eitthvað continuous dæmi, þá verða svona svolítið, þú veist, hvað gerist þetta í sinns þetta? Já. Eða það sinnist það, þú veist. Maður er svolítið að muna einhvern veginn í staðinn fyrir að vera bara byrjun endir. Og það var líka bara oft drullu skemmtilega sögur í þessum standalone þáttum. Já. Hvort sem það er eins og einn af mínum uppáhaldsþáttum, hann heitir Squeeze í fyrstu seríunni. Gauður sem gæti gulur. Já. Síðan inn. Já. Það er fucking creepy, maður. Búið til svona eitthvað bæli, sleiki eitthvað dagblöð og fóð síðan í svona hibernation dót og fucking geggi saga, maður. Geggja, sko. Þú veist, fullt af svona góðum sögum í X-Files. Já. Sem mér finnst eldast vel. Já, klálega, sko. Þetta er einmitt toppurinn fyrir mér á Supernatural og X-Files. Það er bara svona basic þáttur, eitt case, eitt mission, skilur, taka allt fyrir einu þætti. Af hverju byrjaði að horfa á X-Files? Þú segist það byrjaði hvað fyrir árið síðan. Var eitthvað sérstök ástæða fyrir því? Þetta var svolítið gamli þættir. Já, byrjuðu 93. Ég veit ekki okkur ég byrjaði, bara lítið að einhverju áhugaverð efni á Disney Plus á þeim tíma eða eitthvað. Og ég sá að, þú veist, það var ógeðslega mikið að seríum af X-Files á Disney Plus. Allt, held ég. Var allt? Ég held sér allt. Þeir náttúrulega keyptu Fox. Já, getur verið. Og já, ég bara svona, pröfu þetta. Og svo náttúrulega bara hættur ekki þegar þú byrjar, sko. Þetta er bara svo skemmtilega, sko. En það er svolítið gaman að þú ert að uppgöta núna 2021 eða 2020 Ég hefði séð eitthvað af þessu áður, ég held var þetta ekki sýnt á Skjá 1 eða eitthvað fyrir 10-15 árum eða eitthvað. Það var á Stöð 1. Stöð 1. Ég var búin að sjá eitthvað af þessu, sko. Þannig ég vissi svona nokkuð veginn hvað þetta var. En ég meina langt síðan, þú var fyrir ungur. Já. Þetta hefði kannski ekki beint nostalgíu tengingu við þig. Nei, raunin ekki, sko. En mér gafast að þú horfa þá í rauninni þessa 90s þætti. Já. Að því þú veist, ég auðvitað mikið að þetta er svona 90s-legt. En þeir náðu þér samt. Og þú ert núna komin alveg í seríu 7. 6-7, já. Og ég meina að þú tókst á alla þættina. Já. Og þetta misgóðir, hann gerast þér marga þætti. Já. 20 okkar þættir í seríu. Já. Já, það er... Áttu uppáhalds? Þátt. Eitthvað sem þetta er í hug. Uppáhalds þátt. Svo þú búin að sjá. Að ég ætti að gera X-Files þátt, sko. Ok. Ég er búin að plana hann. Mjög góður þáttur þegar að hann er að eltast við þarna UFO dæmið og hann fer inn í Area 51
og hann tekinn og hann sér þegar hann komin inn, hann tranquilizaður sko, og hann að sjá nokkra diska og svo kemur hann endar hann kemur út og hann manir ekkert eftir því, en þú fækst að sjá það í þættinum. Hann fekk alla þessa vitnesku það sem hann var að gera þarna, sem hann grunaði. Þetta var í heldur seríu 1, fyrstu þáttunum, og hann man ekkert eftir því. Sérst Mulder? Vá, ég ekki alveg, mér rámar ekki inn á það. Manstu ekki eftir því? Nei. Ef mér rámar eitthvað smá, ég man ekki hvað það fer í svona hangar eitthvað staðar hann á Area 51. Þú ert ekki að tala þeirra, nei, af því hann alltaf skiptir, þú bóttið komin í 7. seríu. Ég held ég sé í 7. og 7. já. Ok, ertu búin að horfa þætti sem ég held að þetta er Dreamland, það eru 2-parter, það sem skiptir líka með annan gaur. Nei, ég eftir að það. Okay. Skiptir líka með annan gaur. Já, það er ég held að það sé í 7. seríu. Já. Ok. Hljómar áhugavert. Já, það var skemmtilegt sko. En þeir líka fóru aðeins í seinni tíð, þá fóru aðeins meira út í smá svona léttara, svona grín smá. Þetta var svona... Mér rámar eitthvað í þetta sko. Þú voru ekki að segja það. Þá skiptir hann líka við Area 51 gaur. Já. Þannig að Mulder lítur út eins og hann. Já. Og hinn gaur fyrir líka á Mulders. Já. Mér rámar eitthvað í þetta. Og hvað hann þá bara Area 51 bara eitthvað að diska? Nei, ég ætla ekki að segja meira, þú ert ekki búin að horfa á þetta. Það var mjög skemmtilegt sko. Já. En einn af mínum uppáhaldsþáttum, klárlega þáttur sem heitir Home, var í seríu 4, Innbrett fjölskyldan. Þú veist, fara, finna sérst dáið barn, finnst það svona hafnabóllavelli, ungi stráka finna, veist, bara blóð bara í moldinni. Já. Og þau eru hérna með haglabissunar hann eitthvað, passa krakkarnir komi ekki inn með boltan og eitthvað. The Peacock Family. Já, alveg rétt. Það var geggjað. Fyndi, Supernatural, einn af bestu þáttunum, einmitt sama dæmi. Það sem að, hvað heita þetta, Benders eða hvað sem það var. Þá var það þannig að það var, þau eru búin að vera að henda eitthvað skrimsli bara í 10 ár. Og svo rænt Dean. Og Sam að finna út hvað tegunda skrimsli þetta kemur ljós að þetta bara klikka fólk. Það var einn af bestu þáttunum. Manstu hvað serið var? Þetta var snemma, sko, 3. kannski, eða önnur. Ég hlýtti að sé þetta. Já. Mér döðlangar að taka Supernatural aftur. Það var kannski fyrstu 4, myndi ég segja, sko. Áður en þetta verður svona svolítið mikið síra, sko. Svona svolítið eins og Lost. Fyrstu 2 sériurnar geggjaðar. Og svo fyrir þetta bara í eitthvað. Kláraði Lost? Kláraði Lost. Ég kláraði hefðið allt, sko. Ég er rosalega Lost maður. Ertu? Já. Hardcore Lost maður. Þetta var geggjað, sko. Ég man, sko, því ég var krakki og horfði á Ethan þegar hann horfði á Claire hana. Ég man, ég var að horfa á þetta, ég var bara pingulítil, sko, þetta var 2004. Ég var skítrættur, sko. Þetta look sem hann tók á hana þarna, rétt á hann að rændi Claire, sko, ég var bara... Líka af því að það klift, ef maður rétt, það klift í því atriði yfir á, hvort það ekki verið Hurley að segja við Jacka eitthvað, herri, ég var að fara nefnir listan. Það er ekki á því Manifest, já. Já, Gæsóð. Og svo næsta sena, þá var það, þetta. Já. Það var bara, ég var skítrættur í þessu á það, sko. Mér finnst líka eins og með Lost, mér þykir svo rosalega vænt þess að þetta, og svo seríu. Mér varst hún svona heildanlega bara mjög vel hefnuð. Þetta var svo mikið ræd, maður. Það engin sería sem kemst nálægt Lost, finnst mér. Þannig að konceptið fyrir eitthvað cheesy, þetta constant flashback, skilur. Það fyrir eitthvað cheesy concept, af því að þetta nota svo ógeðslega oft á mörgum stöðum. En í Lost þetta bara gull. Þú sérð karakterina, lífið og öllum karakterinum áður en það fór í vélina. Það er líka bara allt þetta mystery í kringum, eiguna og bara eitthvað, já, svo enda seríuna að þið finna eitthvað í jörðinni og opna, það er bara eitthvað, Ertu að tala í fyrstu seríunni? Bara í fyrstu seríunni, bara eins og hvernig hún endar, The Hatch, þegar hún opnast, allt það, fá maður kynast þessu Dharma Initiative og því dóti, sér fótinn á styttunni, eitthvað stytta hefur brotnað, þú veist, hvað staður þetta og þú veist, hvað í gangi, þetta Smoke Monster dót, þú veist, spenna sem fylgdi að horfa Lost og að því ég horfði á þetta þegar þetta, ég sá bara einni viku, skilur ég enda á þeim tíma að það beið ég beið þegar það kemur á DFT, keypt seríuna og bingeaði. Horfður ekki á þetta á vikulega þegar það var að koma út? Ég gerði það, sko. Já, ég nefnilega beið að ég gat ekki beðið. Ég hugsaði mér, ég ætla að freka bara að því mér finnst það svo spennandi. Ég nefni ekki að vera eitt þátt og þurfa að bíða viku og aftur spennandi og bíða, ég freka bara að geta bingeað yfir eitthvað eina helgi, en þá þurfti ég að bíða heilt ár. Já. En bara í maður, ég fekk DFT seríuna og allar þessar seríu enda okkur geðveikum cliffhanger. Ég veit það.
hvaða þættir komast nálægt Lost? Ég er ekkert, eins og Breaking Bad, það er náttúrulega 10, ég er ekkert þannig, ég er bara að tala svona mikið spenna, endar á cliffhanger, þú veist ég ekkert hvað er í gangi, getur ekkert þetta að horfa? Ég veit það. Ég veit ekki hvað kemur nálægt þessu í því samhengi, sko. En ég er nýbúin að horfa á þetta allt aftur. Ég horfa þetta aftur fyrir svona 2 ára. Já, ok. Bara allar hvartamarga seríur, 8 eða 9 eða það? Nei. Þetta eru bara 6 seríur. Aha. Já. Þetta er ekki það langt. Nei, raunin ekki, sko. Þetta gerast marga þætti í fyrstu seríunum, fyrstu 3. Já, alveg 20 þættir í seríu eða eitthvað. Og ég tók þetta allt, sko. Þú veist, ef þú byrjar að vera komin inn í þetta, þá ert ekki að fara að hætta, sko. Ég er bara sýnd í kærustunda, hún hafði aldrei séð þetta. Ok, nýlega? Já, þessi sé, fyrir 2-3 ár síðan. Já. Ég spurði hann, ég bara, en Lost, og svo sjá það, og hún var að finna eitthvað að horfa. Hún bara, nei, svo það aldrei. Ég sagði bara, fuck me, við erum fara að taka þetta allt núna. Nice. Og það var svo gaman um þetta, já, því ég fekk svolítið að upplifa aftur í gegnum hana. Og hún var svo heppin, hún alltaf þurfti ekki að bíða neitt. Hún við ekki að klára bara alla 6 seríuna bara no time. Á no time. Já. Og við erum gerðum það. Þannig að við getum bingað bara svo móðafokkarar. Og seríu 1 endar, opna headsið, mynda alveg niður, sjá hann að stiga, svo bara búm, þátturinn búinn, serían búinn. Við þurftum að bíða í fucking ár. Já. Hún sagði bara, fuck, næsta. Já. Og það bara, íttu bara play á seríu 2. Já. En já, mér finnst þetta æðislega sería, ég mun verja Lost þangað til í day. Hver er þín upplifun að horfa á þetta aftur? Eins og ég sagði, það finnst mér fyrstu seríu þetta bestar. Þú segir fyrstu seríun, er þetta þannig fyrstu 3 ár? Fyrstu 2, fyrstu 3 ár. Svo fyrir þetta að vera svolítið svona, þú veist, hvað myndir að gefa þessi einhvern til dæmis? Yfir höfuð, þú veist, hvernig fannst þér endirinn? Fannst þér þetta ekki svolítið svona mikið sýra? Þegar þú segir endirinn, þetta tala um bara síðustu seríuna? Jú, þeir náttúrulega náðu ekki lendingun alveg. Nei. Bara alls ekki. Ég myndi aldrei segja það að síðasta seríuna sé eina af mínum uppáhalds, en hún virkaði fyrir mig á tilfinningarlegu leveli. Ég fékk inn við það sem ég vildi, klúðruðu svona sömum hlutum og sumt var svona svolítið skrítið. En upplifunum mín á horfa á Lost var svo sterk. Mér fannst það svo gaman. Mér þykir svo vænt um alla þessa karaktera og mér fannst eigin líka bara því að tekja upp á Hawaii, lúkja á þessum þáttum, var svo sturlað, tónlistin, með Michael Giacchino sem varð risa tónskáld, skilurðu. Og það J.J. byrjar þetta át með flotta penna, Lost fyrir mér alveg 8-5, sko. Já, ég held að sé eitthvað svipað á mér, sko. Mér finnst þið svo sturlaðir. Það er líka bara eins og með það var einhverju þættir sem við tala um án sem er með svona, já, bara X-Files, gott fíl í þeim, svona, þú veist. Þetta er ekkert eitthvað svona sem að, þú veist, líður illa að horfa á, þetta er svona feel good einhvern veginn dæmi, þú lengur að halda áfram. Já, feel good er einmitt, það er ég, fyrir mér, þegar ég veist þú spurur, hver er mín feel good bíómynd? Ég áfáar bíómyndir, en mitt feel good efni, alltaf X-Files. Já. Ég skelli reglulega í einu þætti, bara skilur, alveg, maður bara horfast til þennan. Þennan. Þannig að það er svo mitt feel good efni. Já. Ég held að sé alveg saman með mér. Ég held að sé Lost. En erfæður við Lost, af því að það er svo stór saga, kannski, erfæður að detta inn í einn og einn þátt? Já, ég held að það byrjaði þannig því að horfa á þetta aftur. Þá, þú veist, tók ég einn þátt eitthvað staðar. Já. Svo svona, þetta er geggjað maður, ég þarf að taka allt upp á nýtt. Byrjaði að fá bara aftur á fyrsta þátt og horfa á þetta allt. Þetta er svo skemmtilegt, maður. Þetta er ógeðslega skemmtilegt, sko. Mér finnst fólk hafa mistað miklu að það hætti. Og ekki klárað, meinar við? Já, ekki klárað. Það var náttúrulega rosalegt hæp á tímapunkti. Já, það voru margir sem hættu, alveg nokkur sem ég þekki sem hættu bara eitthvað í seríu 2 eitthvað. Bara þeir ná aldrei að, þetta er bara bull. Veistu þú, samt það mistar rosa miklu áhorfu stöffi. Já. Ef þú hætti bara í seríu 2. Plús að þetta er allt skýrt í endan, skilur við. Reykskrimsli og allt þetta. Já, ég meina, skýrt. Kannski er þetta ekki sáttum með svarið, en við fengum svar, eða svör við flesta af þessum spurningum. Í rauninni, það er ekkert mikið eftir sem að bara, hvað er þetta? Hvað þýttir þetta? En þetta meika ekkert sens, það voru, hvað voru, 3 eða eitthvað sem komist af eyjunni. Manstu þetta í? Í lokin? Nei, það var fyrir lokin, þetta var örugglega í seríu 5 eða eitthvað. Já. Komist þau af eyjunni. Fóru svo aftur. Manstu þetta í? Ertu ekki bara að tala þegar að Jack segi, we have to go back? Já. Ég skil ekki af hverju voru það að fara aftur. Þau komist, þú veist, eina sem að góli var, þú veist, í öllum þáttunum var að komast að eyjunni. Þau komist af eyjunni, þau voru ykkur 3-4, ég held að það verið Kate, Jack og Sawyer. Já, en var það ekki af því að, eins og Jack fór af náttúrulega af eyjunni,
spoiler fyrir Lost hann fyrir einu og mér fannst það geggja reveal þegar við fáum að sjá að þetta ekki flashback þetta flash forward hann kemst einu en hann var fucked up eftir það Já. og náttúrulega serien rosa mikið að tækla svo örlög bara meant to be bara, og hann átti ekkert að fara í henni eins og honum leið þannig bara ég átti ekkert að fara í henni ég verði að fara aftur var það ekki bara heldtekinn að því að komast aftur í henni Gæti verið sko og pluss þá var náttúrulega sko feikað vélina í sjónum einmitt það var alveg massa gæsa út þeir sýndu vélina á hafsbotni bara þetta er svo mikið góðu stöffi og líka bara þú pælir í innihaldinu þeir eru að tækla sci-fi tímaflakk það er hasar, það er horror element í þessu yfirnáttúrulegt dót þeir ná heimsbyggi þeir ná blandi þessu öll einhvern veginn búið til eitthvað hrærigraut og þetta var vinsælt það finnst mér ótrúlegt að því fólk oftast ekki til í eitthvað sem að þú þarft að hugsa þú þarft að vera með athygli þú þarft að halda áfram að horfa, skilurðu mér finnst fólk ekkert alltaf hafa svona reyndar, en á pælir í hvernig þetta byrjaði þetta er bara eitthvað sem þú bara grípir þig strax að sjá bara eitthvað plane crash á hverju eyju og það er allir bara eitthvað á áttum þú strax investið bara, hvaða liðið er þetta, hvað er það að fara að gera þegar þau eru komin á eyjuna ef þú byrjar þá bara ertu bara algjörlega lagt inn sko. en þetta hélt sér líka jú, mesta hæpi alltaf hana fyrst en sería 3 vinsæl, sería 4 vinsæl sería 5 vinsæl og mér finnst það bara svo magnað því þeir voru alveg þetta var svo mikill hrærigrautur af alls konar efni og þeir náðu að útbúið þetta svo skemmtilega en þá verði ég að spyrja út í eina seríu sem að koma út bara minnum á þessu ári sem frá mikið af þessu sama lið og gerði Lost Hvað, J.J. Abrams þá? Nei, þetta var ekki J.J. Þetta var mikið af þessum pennum sem að unnu við Lost eitthvað af leikstjórun líka sem heitir From Ekki séð það enginn tala þessa seríu Er þetta eitthvað falið efni eða? Í sko kannski ekki falið en ég þekki mjög fá sem að sé þessi seríu ég sé rosa lítið umtala hana en hún drullu skemmtileg ég mæli að þú ætla að tjekka þú fílar Extra, Supernatural, Lost það er rosalega Lost feelingur í þessu og með þess að hann heitir Harold Perrineau sem að lék Michael í Lost hann leikur aldrei ekki í þessa seríu þannig að þú sér eitthvað svona Lost andlit að fjölskylda sem að festist í bæ bara hvað keyra, fyrir eitthvað svona bæ festist þar fyrir henni komast ekki út úr bænum þetta er svo lúpað eitthvað og það er svona skrýmslega eitthvað að vera eitthvað í jaðrinum og fólki sem býr í bænum er bara fólk sem er festan líka þau veit ekki eins og hvað þau eru frekar nýserja Er þetta nýserja? Já, ég held að hann kom út á þess ári heitir From Er þetta á Netflix eða? Nei Hvað þú þarfst að leita sko Þetta er ekki á neinu strömmisettum? Nei Mér finnst þetta æðislegið þættir Sýna þér eina pósterinn kannski eru Epics Og hvað er ein sería þá komin eða? Ein sería komin Ég er að vona að gera seríu 2 maður veit það ekki en eins og þessi sería mér finnst hún vönduð, spennandi, flott skemmtileg karakterar, ég er ekkert að setja sér betur en Lost en hefur allar börjað þess að vera eitthvað cool enginn tala um þetta var hann ekkert vinsælt ég veit náttúrulega að Lost var sýnt á stóru stöðu eða stóru networki, ekki þessi og ég er bara hræddur um að það verður kannski mögulega cancela Svona eins og Mindhunter Já, ég kláraði það Kláraði ekki Mindhunter? Come on Er þetta sjónvarseríu shame að mig núna? Nei sko Mega ekki aðlega Nei, en hvað er þetta svona psycho-thriller eða? From? Já Þetta er svona Supernatural og þegar ég segi Supernatural það er ekkert seríin, ég er að tala um bara þetta sé yfirnáttúrulegt en það er eitthvað skrítið í gangi hana og það er svona mystery element í þessu og þetta er svolítið svona að þú kláraði þátt og viltu sjá næsta og ég mælu með líka bara fyrir hlustundur sem hafa ekki séð þessi seríu endilega tjekkað á henni Það var að grafa þetta upp Já, veistu það, ég er eiginlega svona 100% viss að þú ættir að fíla þetta með að, þú veist að fucking horfa á X-Files og þú kláraði Lost og þú fílaði þetta og horfa á allt Supernatural en þetta er svona heildarsaga, þetta er ekki svona standalone
þættir. Dæmi, já. Þannig ég mælum að tjekkja á þessu. Já, Herðu, Ágúst, förum að slúta þessu. ok, Við erum búin að spjalla henni í örugglega 2 tíma. ok. Getur eitthvað sagt hvað ertu að gera í dag? Hvað ertu að vinna við? Máttu það? Já, ég held það alveg, sko. Ég er að vinna í að mynd fyrir Netflix sem er að fara að koma út ég held að sé á næsta ári. Ok. Það tekur ekki að koma út núna. Þannig að Þú næsta veist, ári. ég mátti ekki segja titilinn. Jú. Það er komin í IMDb Plusið og allt þannig, sko. Þannig að Ok. þetta heitir Damsul. Ok. Þetta er hvað heitir gælan í Stranger Things? Millie Bobby Brown eða eitthvað. Já. Já, hún er að aðhlutur hana og hún er að leika einhverja prinsessu. Ég er að muna sko summaryið sem er á IMDb svo ég sé ekki að fara. Já, ok, ekki þetta að taka henni að sjansa. Ok. Þannig að hún leikur eitthvað prinsessu og þetta er eitthvað... Og það er þetta er svona kingdom dæmi sem eru knights og eitthvað svona, eitthvað riddarar. Og dregi. Ok. Það er eitt verkefni og var að klára Napoleon. Með Phoenix? Nei, betur, er þetta ekki Ridley Scott sem... Nei. Jú, Ridley Scott er að gera það. Vá, ég er spenntur þeirri mynd, maður. Já, það lofa góða líka, sko. Hún kemur á næsta ári, held ég. Já. Það verður stemmari, sko. Já, þetta er svona svolítið fjölbreytt sem að... Já, mjög fjölbreytt, sko. Svona var ég að vinna í hverju. Ertu búin að sjá Thor Love and Thunder, eða? Já. Hvernig fannst hún? Ég hata hann ekki eins og margir. Nei. Það er ekki alveg að gott með Ragnarök. Nei, alls ekki. Og ég vil ekki fá aðra svona mynd. Nei. En ég er svolítið mínir hlustendur vita, ég er komið svolítið mikið Marvel leiða. Þetta er svo rosalega mikið efni. Líka alltaf plúsis, allir sér þættir. Ég er alveg samlað því, sko. Ég er pínu þreyttur, en ég meina, ég skemmti mér alveg. Og af því að ég er svolítið svona... Mér var aðeins meira sama það sem er að gerast í MCU, þá gæti ég bara horta á Love and Thunder sem bara eitthvað grínmynd og mér varst alveg seint fyndið og mér varst Portman skemmtileginni og Taika kann að skrifa brandara og... Aðalega. Já, en það var alltaf rosalega mikið af bröndurum, mér varst Carter sem Christian Bale Mér varst annarlega toppurinn í myndinni, sko. Mér varst það ekkert fá að gera. Nei, en mér varst sagan hans best. Já, því hann missið dóttur sína og hann er bara að reyna að fá hann aftur. En svo sem fyndi, eins og einn af mínum gestum kom inn að til mér síðast, að hann var að tala um Love and Thunder. Og það með alveg þvílið dramatíska sögu hjá þessum gæja, svo er hitt bara joke, skilur, alveg hardcore. Honum varst ekki ná alveg að balansa þessu. Ég held að þetta sé orðsvöldið mikið vandamál hjá Marvel myndi í dag, sko. Hvað? Joke. Comedy, bara, non-stop, sko. Já, þetta er allt of mikið. Já, allt of mikið. Og mér finnst alltaf leiðilegt líka. Ég horfði á daginn Werewolf by Night. Ertu búin að sjá hana? Nei, eftir að sjá hana. Þetta er ekki stuttmyndin, hún er bara klukkutími eða eitthvað á Disney Plus. Og ég hugsaði mér, ég ætla að tjekka á hann. Hún er svart-hvít og Michael Giacchino og tónskáldi leikstýrinni. Ok. Mér var svolítið gaman. Já. Og þetta er eitthvað svona, Werewolf by Night er að fara kannski eitthvað aðeins meira svona fullorðins og nokkur er búin að segja, hann er Marvel að taka séns að gera eitthvað öðruvísi. Já. Og ég hugsaði mér, ég ætla að tjekka á þessu, þrátturinn á minn Marvel leiða, ég kíkja á þetta. Þetta er alveg fínt, en þetta er samt að detti sömu pittina eins og mér, þú veist, með eitthvað dramatist og kemur eitthvað djók. Já. Og maður bara svona, Jesús, getum við ekki gert eitt verkefni eða eina mynd eða eina seríu sem er ekki endilega að falla inn í þessu formúlu. Þetta þarf ekki allt, þú þarft ekki að brjóta upp alltaf eitthvað tension með eitthvað gríni. Já, brýtur algjörlega immersion, sko. Oft. Já. Þetta er ég veit ekki hvort þessi sér Marvel dæmi, en þetta er bara í dag, flestar Hollywood-myndir náttúrulega bara yfir höfuð sem kom út í dag, eru bara, meira sem myndina sem ég er að vinna í, ég er ekki búin að sjá þar allar. Infinity War, svona mest alvarlegust af öllum Marvel-myndunum, því það er tapaðir, skilur. Það er besta Marvel-myndin. Þetta var meira alvarlegt, minna grín, meiri saga. Geðveik mynd maður. Já, það var toppurinn, sko. Hún var vel heppnuð. Vel heppnuð. Og líka, ég meina, þú varst auðvitað með djók í henni, en mér fannst það aldrei vera... Sló ekki á, sko. Nei, það var ekki að kostnað einhvers karakters eða... En mér fannst það bara betur heppnað. Já. Það var svo að vera betra jafnvægi, einhvern veginn. Klálega. Og eins og Thor var ógeðslega flottur í þeirri mynd.
af því að hann misti allt, gjörsamlega. Já. Þetta var ekki bara grín eins og í nýjum myndunum, sko. Og þó, þú veist, margt sem hann sagði samt í Infinity War og allt sambandi hans við Rocket Raccoon og geðið skemmtilegt og fyndið, en manni fannst hann ekki vera einhver djók-karakter, eins og í Love and Thunder, þetta virkaði eins og spúfmynd, eins og verið að gera grína Thor. Já. Það var svona einum of þannig, sko. Já. Og þetta var líka svolítið mikið í Endgame, sko. Það var rosalega mikið akkur gríni bara. Þú veist, þetta á að vera mjög alvarleg mynd. Þetta loka parturinn. Fannst þér Infinity War betri? Miklu betri. Já. Miklu betri en Endgame. En þið fannst það Endgame léleg? Ekki léleg, nei. Mér finnst hún alveg ágætlega heppnið, sko. En mér finnst hún ekki koma nálægt Infinity War. Nei, Infinity War helviti góð. Já. Það er líka, það ekki hæst, með hæsta einhvernuna af öllum þessum Marvel-myndum. Aha. Ég held Ég er ekki búin að tjekka það. Ég held að sé alveg hátt upp í 8,8 eða hvað sem það er. Ertu mikill Marvel-maður? Nei. Ég að vinna í þessu dóti. Nei. Ég að vinna í einhverjum Marvel þáttum líka sem heita Secret Invasion. Já, þeir kom út held ég á næsta ári. Já. Og ég veit ekki, ég var hæpaður í allt þetta stöf eftir að Infinity War kom út. Þá var alveg, hæpið bara, þetta anticipation frá Infinity War yfir í Endgame. Þeir gáfu ekkert út. Heilt ár kom ekkert, kom einn lítill trailer og á 20 klukkutímum fekk hann 30 million views. Á 20 klukkutímum. Þetta var fárlegt, þetta anticipation. Og svo fórst í bíó, vildi enginn spoila einu, öllu var haldið fárla leyndu og virka ógeðslega vel. Þetta var bara svona respekt sem að fólk bara virti, sko. Þetta bara, já, það var toppur fyrir mér. Eftir það var svona allir þessi spin-offs eins og hvað var það, Civil War, Falcon og eitthvað svona spin-offs þættir. Já, Falcon and Winter Soldier. Já, allir svona þætti, WandaVision og eitthvað svona, þetta var bara svona efni, sko. Til að ég horfa á þetta einu sinni, en þetta er ekkert eitthvað svona top-notch dæmi, sko. Það er líka bara svo mikið og þú þarft í rauninni núna sem aðdáði, þarftu núna að vera búin að horfa allar serið þar. Líka. Já, það tengir allan inn í söguna, sko. Minnir að það hefði tekið fram eitthvað WandaVision dæmi í Doctor Strange nýju myndinu, sko. Já, þú þurftir eiginlega að vera búin að sjá WandaVision. Já, eiginlega, sko. Það var ekki nóg fyrir svo Doctor Strange og svo Doctor Strange 2. Já. Þarftu alltaf búin að sjá allt þarna inn á milli og eitthvað. Já. Og líka WandaVision. Af því að Scarlet Witch, þú verður svolítið að vita hvað hún er búin að vera að gera á að hún ferði í Doctor Strange 2. Já. Ég veit ekki, svo kannski ég er bara gamall fyrir þetta, bara gamall og bitur. Ég er alveg samanlega, sko. Ég er ekki svona overhittur gaur, sko. Það bara heilla mig ekkert sérstaklega mikið, sko. Svo er þetta svo Black Panther, ég er alveg búin að heyra þokkala hlut hana. Ég var ekkert, Wakanda Forever? Já. Ertu búin að sjá hana? Nei. Ég var ekkert svakalega spenntið fyrir henni, en... Ertu búin að sjá hana? Nei, ég er ekki búin að sjá hana. Okay. Núna er svona báðum áttum með það sem ég hef heyrt og skilabóð sem ég hef verið að fá á Instagram og svona. Það er bara svona, já... Hvernig fannst þið fyrsta myndin? Ekki góð. Nei, ekki með aldur. Alls ekki góð. Ég skil hæpið, en róm okkur aðeins. Já, hún fekk hann ekki Óskarstilnefningu. Full langt gengið, sko. Hann var kannski meira pólitískt heldur en 100% pólitískt. En það var ekki mynd fyrir mig. Nei, alveg sammála. Fannst hann ekki nógu. Þetta píkaði þarna í Endgame, Infinity War Endgame. Eftir það þá er bara Marvel bara svona, veistu svo, þættin í dag, She-Hulk og allt þetta drast, sko. Ertu búin að horfa það? Ég horfði á 2 þætti og ég gat ekki meira. Bara, sorry. Allt of pólitískt fyrir mig, sko. En eins og Miss Marvel og Moon Knight og svona, ertu búin að sjá það líka? Nei. Miss Marvel, ég veit ekki eins og hvað það er, sko. Hvað er Miss Marvel? Það er Miss Marvel. Er það bara einhver úlningsstelpa sem fær einhverja krafta og eitthvað? Ok, ég aftur að sjá það. Ég hef minnst ólíklegt að ég horfi á það, sko. Já, finnst þú varst ekki búin að heyra að þið? Nei, ég er örugglega búin að heyra þetta, sko, en ég researchði þetta ekki, sko. Moon Knight, tjekkaðu því? Vorum að vinna í þeim. Ég sá eitthvað úr því. Er það ekki Þú ert ekki búin að horfa á það? Nei, er það ekki hvað heitir leikarinn? Oscar Isaac? Já, hann er í þeim. Nei, ég ætti að tjekka því. Er það eitthvað gott stæð fyrir það? Ég gæti 3 þætti. Ekki meira? Nei, þú veist, þegar ég var búin með 3 þætti, þá hugsaði ég, hvað er ég að gera? Mér er drullu saman allt í þessu þáttum. Á hverju er ég að horfa á þetta? Ég er ekki að skemmta mér. Ég er ekki að skemmta mér. Nei. Og stundum tengt podcastinu, þá líður mér eins og ég er svona þurfi, að sjá hluti, eins og Wakanda Forever.
mér finnst líka hildið sjá hana, þú veist, það er líka bara það er betra fyrir mig sem þessi podcast stjórnandi að vera búin að sjá flesta myndir og Marvel alveg saman hvað okkur finnst, þá þetta risadæmi og þetta er búin tröllar í það þessum kveikmyndamarkaði og allar þessar myndir eins og Wakanda Forever er mjög vinsæl þess að búin að ganga mjög vel í miðasölunni. En hvað finnst þér Scorsese að segja að þetta sé bara eins og eitthvað tífóli? Það er alltaf margt til í það sem minna að segja, sko. Og eins og Scorsese, við heldum þess að Tarantino var að tala, ég meina Scorsese hvað það sé, 80 ára? Ég held að sé að nálgast 80. Já, hann í eldri kantinum. Já. Þetta er old school, hardcore leikstjóri, hvað heldur að hann hafi eitthvað áhuga á eitthvað Thor og Captain America og eitthvað svona dóti? Já. Þannig að ég skil hann, ég á rosalega erfitt með að setja Goodfellas og svo Thor Love and Thunder í sama flokk, skilur. Já. Þú veist, gæðilega séð. Já, ég mér finnst Goodfellas og Casino þessar myndir eru svona meira quality filmmaking. Mér finnst það. Já. Mér finnst það, en ég er ekkert að dissa Marvel. Ég er rosalega ofur þessi gæi, les mikið að teiknum sömu að hef lesið og er búin að vera hardcore ofur til gaur bara síðan ég var barn. Og ég var svo spennt yfir öllu þessu Marvel-dótið og MCU. Mér finnst þér að bara fara aðeins svona hratt núna. Mér finnst þér að framlega mikið. Ég vil að fá pásu eftir Endgame. Og bara þeir hefði getað mappað út. Ímyndaður bara eins og Cameron að gera með Avatar. Já. Gefur 2009, núna 2022. Já. Ok, kannski ekki svona langt hlé. Nei. kannski 5 ár. Það sem kemur ekkert MCU-dót. Svo kemur bara eitthvað brjáluð X-Men-saga. Já. Já, en Cameron er búin að vera mjög harður á því. Var það ekki að því að hann er búin að taka upp 2, 3 og 4 eða eitthvað. Hann er búin að segja að ef 2 myndin græðir ekki nóg mikla peninga þá ætlar hann ekki að gefa út 3 og 4. Já, nei, það sem hann þarf ekki ágjörð því. Nei. Þetta er alltaf breytt landslag, sérstaklega eftir COVID og alltaf þessar streymisveitur og svona. En hún verður vinsæl, ég er alveg vissu að þetta er ekki eitthvað sem fólk vill núna. Við viljum fá einhverja mynd sem er bara svona ákveðin flótti inn í eitthvað skemmtilegan ævintýraheim, bara nýr staður, hann ætla búið að koma þessi Avatar mynd, þessi fyrsta, það er ekki búið blóðmjólk í það. Þetta er ekki Avatar mynd nummer 20, skilur við. Já. Og við erum að fara á nýja stað, við erum að fara að sjá nýja hliðar eða nýja staði á Pandoru. Hann er góður sögumaður, hann har kallað eitthvað svona kynslóðasögu, hann er Sully og Neytiri eru komið fjölskyldu, gerist alltaf einhverjum árum eftir fyrstu myndina. Ég held að verði klikkun. Ég held að verði klikkun. Ég held að verði klikkun þessu mynd. Ef ekki, ég skal vera fyrst til að viðurkenna það bara ef ég verði fyrir miklu vonbrigðum. Ég er bara svo mikil kameramaður. Ég held að negli þetta. Og ég held að fáum að sjá Avatar 3 og 4 og 5. Hann ætlar að gera 5, held ég. 5 í heildina? 5 í heildina. En hann sagði líka, ef að þessi verður svona bara svona, þá er ég að tala ekkert enda geðilega sig, heldur bara svona á aðsögnuna, þá held ég hann gerir 3, þá svo er það búið. Ég held að sem búin að tala það. Ok, ertu þá mikill Alien maður líka? Já. Alien 1-2? Já. Aðalega? Já. Ekki 3, ég hata 3. Það? Já. Býtu, var það fangilsið þegar? Já. Ekki toppurinn, minnst 1 og 2 sturlun, sko. Ég held að sama með 1 myndina. Þú ert með hvað heitir Görðisleikur Bilbo Baggins? Hvað heitir hann? Ian Holm. Fílið í þeirri mynd, bara þetta atmosfér, þetta er svona þægilegt svona, þú veist að horfa á þetta og þau eru bara eitthvað inn í gameskipinu og þú veist, það er alltaf að gerast. Þetta er eitthvað cool hönnun. Hönnun í geggið, sko. Þetta var bara, klikkuð mynd og hún kom út, 79? 79. Og líka bara þetta var way ahead of its time, sko. 100%. Horfir á cinematic í endan þegar hann var að setja tímasprengin á og labba inn í gameskipið. Þú veist, editingið þegar það var að flassa milli ljósin og allt þetta var bara, wow, þetta er virkilega vel gert. Þetta er eitthvað sem helst upp í dag, sko. Það er svo magnað því að pabbi minn sá Alien í bíó og hann sá alltaf Star Wars alltaf dót. Hann sagði mér þegar hann sá Alien, þú veist, það hefði ekki séð svona þar. Bara að lúkja á þessu, þetta var bara eins og pitchið þeim var alltaf uppræðanlega, hvernig sem skrifið þetta. Það var svona truck drivers in space feelingur. Og pappa mitt sagði, þú hafðir ekkert séð þetta áður, ekki svona maður. Það sé ekki að segja sama með 2001. Jú, 100%. Það var bara eitthvað algjörlega nýtt dæmi. Já,
ég hef sagt það eftir ég horfði á hann, ég gerði Kubrick þátt. Þetta er örugglega mikilvægasta sci-fi mynd bara Allra ever, tíma. sko. Já. Þú getur séð í byrjuninni og sérðu þið bara literally, þetta er bara nánast sko, Star Destroyer, endransið. Þú veist, svona rosalega þríhýtningalegt design og þetta lúkkaði bara eins og eitthvað á Star Wars. En þetta kom náttúrulega fyrir Star Wars. 68. Og bara special effects í þeirri mynd eru ruggluð, sko. Já. Eldist drullu vel. Mjög vel, sko. Náttúrulega geggjuð sena þenni í byrjun, fyrsta senan með apana. Og bara górilunar. Mér finnst að apagerfin bara þokkalega vel gerð. Þetta var svona búning, þú sást vel að þetta var alveg búningar, sko. Já, þetta er fucking 60 og guð 68, gátt ekki þannig, sko. En þetta var svona bara klikkuð upplifun, sko. Rosalega upplifun. Já. Það eru náttúrulega nokkru svona, ef við tökum sci-fi, þú ert með 2001, þú ert með Star Wars, sem er svona groundbreaking, svona alltaf Alien, Blade Runner, það eru svona nokkru svona myndir sem voru bara toppurinn, sko. Þetta eru topparnir. Já. En líka bara svona Alien skrýmsli, hönnun á skrýmslinu, er svo Geðveikt. trubluð. Hvað heitir aftur ykkur? Xeon... Xenomorph. Já. Ógeðslega creepy maður, þú sér þarna sýrubróðið leka í gegnum allt. Wow. Bara tenninar, það er opnað sér kjaftin og skýst út Kýmur út, já. drastlið, svona hleirinn, eiginlega ekkert meina en augu, hvernig líkaminn er, og þetta er bara svo, oh my god, þetta er svo góð mynd, maður. Og það plúsa, það er alveg ágætt komið í þessu, þú veist, þeir endurtöku alltaf sama að skjóta þessu út í game. já, besta leiðin til að vinna Alien skrimsli. Og líka effektin þarna þegar að, var það þriðja myndin eða önnur myndin, það sem að, sér skrimslið sem að fættist, mannstu? Það er í... Er það 3 eða 4? Já, það er 4. Jú, er ekki það um hybrid skrimsli? Jú. Sem var svona bland af mannveru og... Já, það var í 4. Þegar það sogast í gluggan, sko, og svo sérðu bara skinni rifna og svo er bara hauskupa, geggja, sko. Mér þykir alveg svolítið vænt um 4. Já. Hún er ekki eins góð... Það var Resurrection, eða ekki? Jú. Ég bara hata 3 svo mikið. Já, hún var svolítið skrítin, sko. Það var bara hundleiðileg. Finnst ég náttúrulega hata hann líka. Leikstjórinn. David Fincher, hann þólar hann ekki. Ok. Og er það leikstjórinn af þeirri mynd? Ok. Hatar hann hana? Já. What? Hann er eini, þeir gáðu því, keyptu svona Blu-ray á sín tíma. Það var svona pakki. Og með minna Ridley Scott, Cameron og leikstjórinn fyrir 4. Þeir gerði eitthvað svona sér intro fyrir sína myndir og eitthvað svona, þeir er allir stoltir sína myndum. En það vantaði Fincher. Ok. Hann hefur beilt bara búin að afneita myndinni. Hann veit ekkert með að gera. Hvernig fannst þið á Prometheus og... Drasl. Aha. Ég hata Prometheus og ég hata Alien Covenant. Í alvörinu? Gauður, mér fannst Fassbender geggjaður í þessu. Í samála. Geggjaður. Hvað er það sem geggjaður? Já. En þú með svo... Sko, ég þarf að hóla aftur á þér. Og mér langar að reyða þér aðeins upp. En ég var svo pirrar því það grunnhugmyndin er cool. Ef þú ert með eitthvað vísindamenn sem fara á okkur alien plánund og byrja að klappa ykkur alien snákum, bara eitthvað, þetta er svo mikið heimskulegum ákvörðunum. Og ekki með grímu, ekki neitt. Ekki með grímu, maður er bara svona, oh my god, er þetta svona lélegt handrit að þú ert að láta karakter að gera heimskulega hluti. Þannig að ég var ekki sáttur og mér varst Covenant leðileg. En mér finnst grunnhugmyndin bara mjög skemmtileg, sko. Já. Að þessi engineers hafi komið og... Já. Mér finnst það cool. En sko ég fíla ég er sko mikill alien maður en Predator ekki svo mikið sko. Ég er mikill Predator maður. Ertu mikill Predator maður? Fyrsta Predator er sjúk. Já, hún er alltaf klassik sko. En Alien vs Predator, það er svona lala einhvern veginn, mér finnst það mjög skrítið, þú veist. Þeir hefði aldrei að gera það. Nei, af hverju voru að blanda þessum heimum saman? Ég skil það ekki alveg. Þeir náttúrulega voru búin að gera í teikmyndasögum. Var það þannig? Já, hún minnir það. Þeir voru búin að gefa teikmyndasögur, þar sem var Alien vs Predator, og það er búin að tísa, þá búið að tísa okkur í mörg ára, því að eins og í Predator 2, með Danny Glover, þá hefur séð hana. Já, ég sé allar. Þá hann endar í gameskipi, og þá sérðu þessu hauskúpu af Alien. Já. Þannig að það er svo Predator hafi verið búin að veiða Alien, þannig að það er búin að tísa í svolítið langan tíma, á þeim tíma. Það fyrir svona urða að gera það. Já. En stærsti felsið er Dóku. Ok, þeir ákvað að gera það, ok, en þú gerir hann ekki bannan að 12 ára. Fyrsta Alien vs Predator er PG-13 mynd. Ok. Þú ert ekki að taka, þetta er R-rated franchises báðir. Predator sem R-rated, Alien sem R-rated, það eru báðar fyrir eitthvað gróar og það er svona brútal. Þú gerir það ekki mynd sem heitir Alien vs Predator, hún er bönnuð 12 ára. Nei,
Það er galið. En pluss það, var þetta eitthvað competition? Ég meina, Predator rústuð aliens. Yfirleitt. Voru þeir ekki að berjast við einhverja 1000 aliens bara í einu skipti? Jó, þetta er náttúrulega ekkert competition, ekki leiðu voru konum með þessu ég fyrst. Mér samt ekki smá vænt Aliens Predator, hún er ekki góð. Mér finnst hún ekki leiðileg. Nei. Mér finnst hún alls ekki leiðileg. Nei. En ég vil að fá meira svona aðeins meira fullorðins dót í þetta. En eins og leiða þeir eru konum með hana plasmakanon, þá náttúrulega, Alien það ekki séns, bara rústa þeim. En málega þú ert að tala mín og tvær upp á skemmveru tegundir ever í bíómyndum. Það er Alien og Predator. Ég elska líka designið á Alien, sko. Geimveran sjálf. Já, í Predator, mennur? Nei, Alien. Já, hönnunin. Það er bara, hönnunin er sturluð, sko. Og líka bara þetta koncept að séu bara eitthvað, eitthvað krabbi sem bara hoppar í andlitið á þér og svo kemur hann bara út bringuna á þér, sko. Þetta er svo cool. Þetta er klikka koncept, sko. Þetta er geðveikt. Já. Og þetta hefði svo auðvitað ekki dórið samt einhver algjör bíómynd. Já. Ég held að út af Ridley Scott, þá var þetta bara algjör skull, sko. Já, ég meina, mér finnst stærsta ákvörð sem hann tekur sem að gerði þessa mynd svolítið. Það er alltaf hann fær Giger, sem alltaf hann alltaf dót. Hann fattar það að taka, þetta er lúkið. Þetta er lúkið sem ég vil fá fyrir myndina. Það gerir svo ógeðslega mikið fyrir myndina. Hvað sé það bara gameskipið að finna á þessari plánetu, eggið, facehuggerinn stekkur á þig, eða bara geimveran sjálf. Þetta er svo sturlað. Ímyndaðir ef þetta ekki hefnast vel. Þetta er okkur astanlega geimvera. Þetta var eitthvað svona gremlinstæmi. Þetta er ekki orðið svo glatað. Eins með Predator. Hönnun og Predator er geðveik. En þú veist að þeir voru með aðra hönnun fyrst. Pottþétt. Já, þú hefur ekki séð það? Fyrstu hönnuna? Já. Þeir tóku upp með öðrum bún. Þess að Van Damme held ég að leikið geimveruna. Það var bara eitthvað svona patta. Ok. Og þetta var fáránlegt. Ef það hefði endað sem geimverni Predator, þá væri við varum ekki að tala þessu mynd. Það var bara eitthvað bíómynd, eitthvað drastl og... En hvernig fannst þér þá nýja Predator? Hún hét Prey, eða ekki? Mér finnst hún fín. Ekkert meira? Nei, ekkert meira. Mér finnst fólk aðeins að missa sig eitthvað. Pólitík. Mögulega, já. Ég meina fyrir að taka þessu mikið af þessum gölum myndum, þar sem varst með eitthvað svaka gaura og eitthvað. Nei, maður alltaf Alien, alltaf Ripley er alltaf einn frægasti svona kvenn-action karakter, bara allar tíma. Rétt gert. Já, ég meina, geðsjúku karakter maður. Ég elskar Ripley. Ég elskar reyndar Sigourney Weaver líka. Mér finnst það bara frábær leikona. Hún er í nýju Avatar, aftur. Já, það leikur hann karakter. Já, leikur hún ekki dóttir þeirra? Jú, ég held að ekki dóttir þeirra. 14 ára dóttir þeirra. Hún dó í seinstu. Mér finnst það grilla. Hún dó í seinstu. Já, en mér finnst það geggja. Já. Svo held ég líka Kate Winslet að koma. Já, ok. Ég mani hvort hún sé í 3 eða hvort hún sé í 2. Það var gana sér það, smá svona Titanic reunion. Já. Þeir eru alltaf búin að taka þetta allt upp. Já, ég held það með, sko. Held sem hún takit upp. En það er allavega skítlúk, eða hún skítlúkar þessi næsta. Já. Ég er spenntur. Herru, ég ætla að slúta þessu fyrir hálftíma síðan eða eitthvað. Þetta voru ógeðslega gaman Ágúst. Sömuleiðis, maður. Bara, ég óska þér góðs gengis og bara takk hérlega fyrir að koma. Gaman, koma. Takk fyrir að fá mig.